Því að klukkan orðin 4 á þessum föstudegi, það 1. september og árið 2023. Auðun Blöndal heiti ég og sitt í mínu sæti. Við erum ekki með fullan bát í dag en engar áhyggjur, það komin rándýr. Já, ég segi bara skipstjóri hérna með okkur, Steinda. Ég ætla að byrja því að Steinda, hvernig ertu? Ertu ekki bara í gýr? Ég bara fyllandi góður og fróndi fyrir. Ég veit gott að heyra það. Bara, þú hefði sagt þetta lengi. Nei, ég tók eftir daginn, ég hættur að spyrja ykkur. Já, ég bara Þú ert mikill septembermaður. Já, það ekki uppáhaldsmánuðurinn þinn? Nei, ég reyndar ekki. Ég sko, ég er alltaf desember kall sko. En svo er mikill mæmaður líka. Og mikill mæmaður. Skipstjórinn sem talaður Sverrir Þór Sverrisson, oftast kallaður Sveppi Krull. Hvernig ert þú? Ég verið betri en til í þetta. Þú ert alveg vesen heima en við ætlum að gleyma því núna í 2 tíma. Já. Þetta flótti frá raunveruleikunum að vera hérna. Reyndar hef ég svona, ég ætla ekki að segja mikið en við þurfum stundum að passa hvað ég segja þegar það tengist þér, þannig að ég ætla kannski bara að segja núna, það ekkert vesen heima að vera ykkur að hlusta og segja ykkurum í kringu sig hvað er heyrðið í þessu þætti. Það er vesen. Er vesen heima hér? Það er rugglið þetta. Þetta lendi smá vesinni út af ykkur sem að saði þetta í þættunum fyrir árið að 2 mánuð síðan. Og þannig að ég elska gott vesen. Mér er drullu saman allt vesen. Er þið ekki allt gott heima? Jú, það er bara allt í vesen. Börnin alveg bara 10 fingur og 10 tær. Konan er ána með mig. Er síðustur í vissi. Já, erstu með gott kredit núna? Já. Búin að safna inn búndum og... Já, ég held ég sé í plús. Geggjað, í plús. Sko, það er ekki langt í næstu skyttu. Nei, þeir eru að fara að fá okkur Málega er að blöða, sko, hann er nýbúin að læra þetta. Hann er sko, það var einhver sem kendi honum að spyrja alla hvernig er heima hér, ekki allt gott bara heima fyrir. Já, ég lendi samt í vesinu með þetta sko. Og hann lendi í algjöru vesin með þetta. Við vorum erlendustæðin í Þýskalandi og hann náttúrulega spyr leigubílstar á leiðinni heim hvort það sé ekki bara allt gott heima hjá honum. Heldur betur ekki, það er bara allt í rugli. Og blöð endaði með honum, fór með honum út að borða á okkur kjúklingastaf, satt með honum í rigning að borða kjúkling og reyndi að taka út 500 eurur handunum. Nei, vá, það er rosalega. Og þetta er samt örgulega gæi sem hefur verið með allt í toppstandi. Nei, hann var svona, allavega þá er hann góður leikari. Já, en akkur ást að pæli hvernig var heimið á honum? Það var hérna snillingur sem að kendi mér að, veist, í staðin fyrir að vera með allt svona innihalslaust bara ekki góður. Þá segja alltaf allir jú. Það áttu í rauninni eða þú vilt vita hvernig er svona alveg þátt að segja bara, það er ekki góður. Jú, og allt gott heima. Já. Það ekki það, ég vissi ekki að ég myndi fá einhverja sorgarsögu þarna. Nei, það vill enginn vita hvernig aðrir hafa það. Nei, ég get alveg lofað því, þetta var í síðasta sinn sem ég tek þessa spurningu. Því í grunninn ég var bara fullur í Þýskalandi og vildi bara hafa gaman sko. Já, og þetta er gaman, þetta er góð saga. Borðaði hérna kjúkling með leigubílstjóri í rigningu. Þetta var bara best sem ég heyr. Og loka staðnum. Og reynda Max á korti líka í Hraðbankanum. Og ekki kasínói. Nei, bara fyrir hann. Búin að maksa. Nei, hann ætlaði að gefa manninum bara 500 eurur. En það var ástæðan fyrir að ég gæti ekki tekið út af því og nýkomin úr kassi. En hann fekk 200. Hann fekk 200 eurur. Aldrei sníkja peninga út af blöðu þegar hann er búin í kasínói. Nei, það er ekki til. Ekki það búið að vera bedrun. Ertu ekki ferskursamt svona öllu garnisleiti? Jú, ég er með allt upp á 10. Já, það er svolítið langt hérna og verið hérna með okkur. Já, það hefur verið það. Það er núna búin til dæmis yfir að tala um uppáhaldsmánuði. Nú er uppáhaldsmánuðurinn minn búin, sko. Nú, er það júlí? Nei, ágúst. Ágúst, já. Það er besti mánuðurinn. Er það því að, sko, Steindis það des, er það því að þið er ammali í þessum mánuðum? Þú átt ammali í ágúst, Steindu ammali í des. Já, það er meðal annars að ég á ammali í ágúst. Það er Vestlumannhelgi, það er menninganótt, það er Gay Pride og það er brúðkaupsdagur minn. Og túnið heima líka maður. Það er komið að þinn líka. Það er rosalega helgi. Ég veit það. Er það ekkert inni í það? Túnið heima í Mosó? Nei, alls ekki. Núna, jú. Drullu saman allt sem er fyrir ofan Ártúnsbrekku. Já, þú veist, málega er að ágúst er mest busy mánuður. Þegar þú segir það, þá er ágúst risamánuður. Já, þau tellið þetta upp, sko. Þú þarft að vera skrítið, nei, það er kannski ekkert skrítið. Segjum að þú búir í New York, þá gæti september verið svona uppáhaldsmánuðurinn, af því að það er rosalega heitt örgli í júli og ágúst, september þá svona aðeins fara að hausta og svona. En á Íslandi haustið í New York er 20 gráður. Já, 20-25 og löfblöðin svona liturinn farin að breytast eitthvað fallegt við það. Ef september er uppáhaldsmánuðurinn á Íslandi, þá er eitthvað að þér. Það er 1. september í dag og það er stormviður. Þetta er bara búið. Við fengum júli og ágúst og það er gefið því að kvarta, þetta er bara geggjað. Ég er mjög ánægð með þessa stormviðvörun, sko. Já, fílaður stormin. Nei, það er bara, hann heldur mér edrú.
stormur Já, þú ert ekki að þvælast út í Ef það væri glampandi sól núna þá væri ég bara shit hvað væri gaman að fá sér eitt kaldan tala um Dotta nágranna kringum mannskap og grilla Er Dotti going strong alltaf bara? Já, svo fyrir við í hýði nágranna Já, það með ég Við hefst á setjum því til hýði í oktober, nóvember Já, ótt þá bara talist ekki við Nei, svo hittistu alltaf svona Svo jólahlaðból bara Já, svo byrja jólin Þetta er allt góðu tíma maður En er ekki DS líka eitt blötasti mánuðurinn? DS er stórhættulegur Það var ástæðan fyrir að janúarblöð byrja á sín tíma sko. Já, en hans DS stoppar alltaf á Þorláksmessu sko. Já, svolítið Þá ertu, þú veist svo milli jól og nýjast þá er þetta Boxing Day og fullt af ruglið maður Já, fyrir þá sem eru búin að helga lífi sínu einhverjum 11 gæjum í útlöndum sko. Þá er náttúrulega Boxing Day stór dagur Já, stór dagur fyrir menn sem hafa helga lífi sínu 11 mönnum erlendis og elska veðja Og elska við, akkurat sko. Þá er Boxing Day stór sko. Það er rosa, ég er með hefð á Þorlák sko. Já, sko, hann Eiðusmári Ég ætla ekki að nafngreina hann Jú Nei, ég ætla að segja, sko, ég á vin sem var einu sinni atvinnumæður Og Þá kemur breyti greina Nafngreindi hann Hann er með eina hefð á jólunum og það er Boxing Day og fun Já, sem að við hefur ekki enn klika Nei, stundum er hann 1 og stundum er hann 12 Já, við erum oft, við erum alltaf alltaf á 3 Já, Ég er hann og Gummi Kalli Og menn detta inn og detta út Þetta er stemmingsdagur frá hádegi Já, Og hvað gerist á þessum Það dag? er bara 3 góði leikir Nei, 4 Það er leikur bara frá 11 morgunin til 8 kvöldi Já, ég skil, og menn mæta bara og fara Kom og fara Búið til seðla, sitja, drekka bjór, borða og horfa fótbolta Making copies Bara stemmari Hvað hefðast þú með á Þorláksmessu? Ekki segja skata? Nei, ég kem ekki náttúrulega tenni sko Er þetta á Þorlák líka sem þú vorst að segja núna? Annan í jólum Já Sko ég með hefð sko bara þegar allir eru komni niður Þú veist að hjá þeim byrja að mæta allir á aðfangadag klukkan 11 og byrja að hella í sig Það er rosa hefð Hjá þér? Það er ekki rétt sko að það mæta allir 11 Hvert? Bara heim til mín Að gera hvað? Það er bara elda Aðfangadag Stemning Já Er þetta hádegismatur? Nei Það tekur tíma, það lætur allt matla og það er ykkur sem vil þetta og hitt og það er allt í gangi og krakkarnir fá að opna pakka. Þetta er smá eins og bara, þetta er svona 80% bara eins og kanin gerir. Bara jóladagur hjá kananum. Jóladagur, þú veist, ekki vera að kvelja börnin til 9:30 kvöldi til að opna ykkur pakka. Það er bara, það er dautt. Hvað var tvistinn bara? Hittast 3? Já, þú veist 11, bara núna nú er Egill ekkert til að bugga þeim ég finnst 11 svolítið snett að vera mættur í jólabóð það er eitthvað reglur, fólk mæti bara þegar mætir og bara stemning og bara allur dagurinn tekinn en Þorlákurinn, það er öðru sig, þá bara þegar allir eru komin niður þá mæti Svanþór Einarsson fasteignarsali hann mætir alltaf. Þú varst nú að drekka með honum í gær. Já, við vorum að fagna. Já, til hamingju Blikar maður. Já, takk fyrir það, takk hérna. Þú ert ekkert Blik. Jú, takk fyrir það. Ég er actually óskar stuðningsmönnum Breiðabliks til hamingju, ekki þér. Takk fyrir, eins og ég segi hann þekki Blika. Auðvitað er ég afturölding. Hætt að tala um fótbolta og hætt að fara að tala um Ef afturölding og Blikarnir myndi mætast þá held ég með afturöldingu og þetta vita Blikarnir annars held ég með Blikunum. Þú sagðir daginn þegar Víkingur var hérna bikarmeistari að þú værir algjör Víkingur af því að þú æfðið með þeim sem krakki. Já, ég meina ég er með tilfinningu til Víkings. Þú getur ekki haldið með báðum liðum? Ég get haldið með mörgum liðum. En ég var, hver segir að maður getur bara haldið með einu liði? Það er skrýtna regli það. En þetta var geggjað í gærtringi. Þetta var bara stærsti leiku sem félagsliður spila. Og nema hvað, Þorláksmessu. Hvað er að gerast á Þorláksmessu? Ég er að fara til Ísrael. Þeir fengu Ísrael. Þannig ég ætlaði að kíkt á Jerúsalem. Þorlákur, ég meina hann mæti bara upp úr svona kannski hálf 11. Það er allir búin að sinna sínu. Þannig að þú ert að tengja klukkan 11 daginn eftir því að Svanni er búin að sitja með þér á Svanni. Þú veist, basically á situ bara við Sigrún og við fáum einn og einn puttalána til að pakka inn. Við erum að klára að pakka og það er rauðvín og hann mæti bara til að styðja. Hann situr Svanþór Einarsson búin að mæta þetta til að setja putta pakka á slöðfötna sko. Hann mæti basically og lánar þarna einn fingur af og til og er bara hell í sig. Þú veist, hann er náttúrulega, þú veist, hann á ekki lítil börn. Hann getur bara sofið út á áfram. Manstu að hann var búin að beða, þú ert að passa eitthvað að segja hann innan. Já, ég er ekki lítlum hann. Nei, þú ert að segja hann sé hell í sig og eitthvað Þorláks. Ég meina, þú veist, það eru flest Þetta getur orðið síntal. Þetta getur enda orðið síntal. Ég er komin að hálun í ís en nei, þetta er bara Svanni, toppmaður. Já, þetta er Þorláksmessu kvöld. Já. Þá kemur Svanni til þín. Já, við erum ekki með skreita 3 og svoleiðis og Þorlák. Við erum búin að því.
Það er fyrr. Ákveður að tala um jólin Því að það er bara þetta snýst allt um það. Núna er bara allur, hafi ekki tekið eftir því. Það er bara að þið fara á Tix. Það er bara jólatónleika bara. Já, bara Bó er hérna, Ice Guys, Júlivennir var að koma í sölu núna, hérna Jóhanna Guðrún og það er bara, ég sé ekki annað en jólatónleika. Þetta er bara að byrja. Þetta er þetta. Gerðu þú að halda einhvern veginn jólatónleika eftir 9 februar? Nei, við erum alltaf páskatónleika. Já, páskar. Við og tvíhöð. Við erum svona páskamenn. Fyrir utan það, þá eru páskandi bara miklu skemmtilegur hátíð. Finnst þið það? Já, það er miklu minna stress. Já. Páska og enginn með pakka, þú ert bara í náttútum að þetta súkkulaði og menn hittir bara, hvað ætlar ekki að koninu við höfum eftir að kaupa gjöfandinni, Sigrúnu frænku. Það náttúrulega að byrja að taka allt álag frá þessara hátíð sko. Það nenni því engin lengur. Með jólin. Þú fer bara í bæinn og kaupir eitthvað. Það er engin gjöf að fara að breyta neinu sko. Ég kom með hugmyndu við konuna mína síðustu jól. Ég sagði, heyrðu, hvernig væri ég? Ef við myndum ekkert, af því við þurfum að gefa ógeðslega marga gjafir. Skilu, við erum með 3 börn og við erum með fjölskyldu og vini og vandamenn og trallara. Bara eins og allir. Komið tengt og í kjallaran. Þarf að finna eitthvað á honum. Akkurat. Og hérna, ég sagði, hvernig væri ef við myndum ekkert pæla í gjöfum, svo myndum við bara leggja á stað hjónin klukkan 10 á Þorláksmessu og við hefum eftir að græja allt. Það er bara stemming. Og við erum bara með lista og svo er bara, veist, þá er þetta orðið alvöru svona panik. Bara panik. En það myndi græjast. Það er eitthvað fyrir spilabílinu. Svo skrifar þið bara í kortið, hæ, hérna gjöfundi þín, við ákvaðum þetta bara í gær, skilurðu. Þetta var bara, þetta er panikgjöf. Svo er þetta bara svona tjandlar, það eru komið bara rúðuþurkur og eitthvað. Já, bara veist. Svo skiptir einhver máli hvað að fara í jólagjöf. Það er öllum drull. Ég hef gert þetta samt sem þú ert að. Hvað er langt þegar maður fekk jólagjöf sem maður er bara það er bara svona fólk er ekkert spenntið í jólagjöf. Það er samt alveg svona. Þetta er samt bara öllasokar og þetta er, þú veist, ég man aldrei hvað ég fekk. Ég var ánægð með eina gjöf sem ég fekk síðast. Eina gjöf, þú veist. Það var, ég fekk eldri manna keðju. Samt er þetta aldrei með hana? Jú, nei, ég er ekki ég er enda rétt, ég þarf að vera meira með hana. Þetta er eldri manna keðja. Sérst átt ánægð með hana? Svo silfurlita hálsfesti. Ég held ég aldrei séð með hana. Ég er alltaf með hana. Hún alltaf er bara undir náttúrulega. Já, hún er undir bólnum. Má sjá hana? Nei, ég er ekki með hana núna, en hún er undir bólnum. Já, þegar út með hana. Já, ég er ekki með hana yfir. Þetta er eldri manna keðja. Ef þú ert með hana yfir, þá þetta er ekki svona eins og keðja eins og Anþóri með yfir hérna hálskrafabólinn sinni. Þá þarftu gullkeðju. Ef þú ætlar að vera með gullkeðju og í rúlukraf. Anþóri ógeðslega ánægð með sína keðju. Já, þá þarftu, ef þú ætlar að taka það, þá þarftu að vera með yfir. Þú sér að gullkeðjan getur verið yfir. Ég er með stutta silfurlita eldri manna keðju. Núna ertu aflitaður, Sveppi. Ef þú væri í svörtum rúlukrafaból núna með gullkeðju, þá væri hún ekkert svo ólíkur hún. Aðeins minni. Anþóri. Þú væri svona mini-mi. Ég væri svona promotýpan á honum. Svona eins og þess að vera að reyna að búa til Anþór og þeir byggur til einn, það mistókst og það er ég. Svo byggur til rétt. Veist ég også. Það er ég að fara yfir hvað er í þætti dagsins, drengir. Það eru 2 klefar sem er skemmtilegt því að það var engin klefi í síðustu viku. Við vorum að fá Sveppa Krulli í heimsókn, þannig að við hendum okkur í klefan og það var farið í dagskrárlið sem er nú gamall, sígildur en hefur ekki verið lengi FN95 Blöð og það er skellt á mig. Þar kepptu þeir Sverrir Þór Sverrisson og Steinþór Hróa Steinþórsson og voru að reyna að láta skella á sig á sem skemmstum tíma. Ég man bara ekki eftir fyndnu símtali. Já, Sveppi er með alvöru símtal þar, það voru að viðkennast. Svo fóruð við, hinn klefin var Smári og Kó. Það var Smári og vinur hann Samuel og svo var Sveppi að leika hvað? Sýrnir. Það er Sýra en ég hafði gaman að henni og vonandi þið líka. Já, það sem er gaman þegar Smári og Samuel eru saman og svo er Sýrnir mættur líka. Þannig að þetta er basically til að heyra í alnafna. Já, til að heyra í sko alnafna. Það voru 2 símtöl og bæði jafn grilluð. Svo erum við með þekkið ekki sem var líka í síðustu viku nema Steinþór Hróa Steinþórsson eða Steindi Junior ætlar að vera með það í dag. Og við erum að fara að keppa, Sveppi. Ég er með 4 helviti góða fyrir ykkur. Ég er bara svolítið spenntur að sjá hver tekur þetta sko. Hlakka til að heyra. Við þekkjumst nú vel. Heldur betur. Svo erum við líka með hvort myndur frekar sem að Sveppi hendi. Það var hans eina heimavinna fyrir daginn í dag. Það er væntanlega tilbúið, ekki? Jó. Búin að hendi í 3 ár.
Já, ég er búin að hendi 4 með þess að ég ætla bara að velja 3 bestu sko. Ok. Herru, How do you do fellow kids verður Það er að koma líka. Já, og Svepp er að keppi fyrsta skipti Á ævinni? Hefur aldrei keppt í How do you do fellow kids? Nei, alltaf þegar ég er hérna þá er hann alltaf í Hvor Hvor er nettar? Viðbjörslega liður Ég get líka alveg hendi ykkur í hann. Það er ekkert mál. Ég held Já, að við yfirleitt höfum þegar við erum að tala svona saman þá klárast bara þátturinn og við missum alltaf út dagskrálið. Já, hundurinn geltir og fyrir svo að glefsa. Í hvað nettu línu hendur við þá í? Við getum alveg kokkað eitthvað innprófað þitt hvori nettar Bara að heyra það að segja þetta, það er svo fegin þetta sé ekki í dag. Já, við sjáum til. En hvori nettar er á sínum stað og ég er spenntur að heyra sko nú á Sveppi náttúrulega krakka sem eru svona að verða orðnir úlingar. Orðnir úlingar? Tvítu dóttir hans. Já, og svo náttúrulega er sko miðjubarnið eitthvað. Bergþór, veistu ekki hvað böndin að segja? Jó, Bergþór hann er 15, 16. Hvað heitir yngsta barnið hans? Arnaldur. Það er hálf. Hættu þessu. Já, hvað viltu segja þetta maður? Ég held að Sveppi getur komið sterkurinn. Í How do you do fellow kids? Já, hann er með frasan á hreinu, hann á úlinga, hann er í sókn. Hann er í bullandi sókn og hefur verið í sókn sinni, kynntist honum. Ég er ókí góður í þessu sko. Já, svo ætla ég að minna á, það er komin dagsetning á bingo, haustbingo blöðkastins verður haldið sunnudaginn 10. september. Það verður fyrsta sinn sem að bingo verður á sunnudegi Klukkan 7:30. Allir heima í kósi, það er komið haust, þannig að haustbingo blöðkastins er sunnudaginn 10. sept og það eru sturlaði vinningar. Já, sturlaði vinningar, skemmtiatriði og þetta er í opinni dagskrá, geta allir hort á vísi.is og Stöð 2 Vísi. Þannig að þú ætlar að keppa, takk í daginn frá, ekki það þarf þú að gera þarf ekki að taka daginn frá, fólk er ekki að gera þetta sundi. Já, ég finna, kannski var einhver sem ætlaði að fara út, búin að bóka flug með það og ætlar núna bara fresta, nota forfattar eða bara tekur þátt í bingo'n erlendis. Já. En alltaf þegar Sverrir Þór Sverrisson mætir hinga til okkar að þá opna ég með einhverju sem ég veit að gleður hann og ég veit að þetta lag gleður hann. Það er nokkuð ljóst. Hversu gott lag. They don't make them like you used to, man. Held ég þér að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957. Þakkum Rolling Stones kjærlega fyrir sína innkomi hér í þessum þætti. Thank you Meg. Yes, thank you Meg. Herru, hvað, hann átti afmæli um daginn? Já, 27. júli. Hvað, kallinn áttu gammal? 80 ára. 80 ára? Stóramæli. Og ennþá túra? Nei, þeir eru ekki ennþá túra sko. Það er langt síðan túra þessi. Þeir voru í fyrra, þá fór ég að sjá það. Já, ok. Þeir eru ekki búin að gera neitt í ár sko. Aldrei séu hættir? Nei, þeir get ekki hætt sko. Nei. Þeir eru eitthvað í stúdíói svo. Já, er þið í stúdíu? Já, ég er náttúrulega að follow hann allstað. Hann er alltaf eitthvað að taka eitthvað upp og svona. Alveg vel gert. Hann er bara svo Þetta eru idol. Já. Þetta eru fyrirmyndi mínir í lífinu. Sturlaðir. Bara gæjar sem að bara halda áfram að gera það sem eru góðir í. Ekkert annað. Og það sem ég elskar að gera. Akkurat. Kunni ekkert annað. Nei, það mikkar ekkert að fara bara vinna á kassa í Elko. Það ætti að vera eitthvað til að það hjá kallinum. Já. Kallin sem metin á. Herru, við ætlum eins og að fara í slúður hér, drengir. Og ég er með, það er eiginlega fullt til að ræða. Ég ætla að byrja á Kim Kardashian, en hún er sögð dauðskamma sín vegna hefðunar fyrrverandi eiginmanns hennar og bassföðurs rapparans Kanye West og eiginkona hans Bianca Censori. En þau eru búin að vera í frí á Ítalíu, Kanye sem er 46 ára og Bianca sem er 28 ára. Það hafa verið í frí á Ítalíu undanfarið. Þau voru að gera Dótó hann á okkur báti. Já, þessi heimsókn verður ekki farið fram hjá neinum því að klæðaburður hjónana og þá aðalega Bianca hefur vakið talsverð athygli og reiði þar sem Ítalía er mjög íhaldsöm og kaþólsk þjóð. Í síðustu viku var kallað eftir því að Bianca er handtekinn fyrir að særa blygðunarsemi en hún hefur klæðist, hún hefur verið fáklædd þannig á Ítalíu. Það er fólk að spá í ykkur, hún er klædd. Já, ég meina hvað hún er bara í fríi. En hitt var svo að þau komist aftur í fréttina eftir að mynda þeim í rómantískri siglingu í Feneyjum að mánudaginn fór í dreifingu. Þar sem að Bianca var á hnjánum og Kanye var með gyrt niður um sig og vill fólk meina að þarna hefði munnmök átt sér stað. Og ég ætlaði bara að spyrja ykkur ekki hvað. Hún gæti að vera að laga líka bara rennilásinn. Bara kreista bólu kannski í nárunum á honum sko. Já. Maður veit það ekki. Fólk er svolítið fljótt að bara stoppa á það. Eða, vesta? Jú, þetta er kannski. Já, fólk er svolítið fljótt að. Ef þú kann ég vest, þá ert ekki að girða niður og láta sjúa eða bara hverjum himni á einhverju snekki þegar eru bara endur þessi paparazziar að taka myndir þær. Þetta var ekki svona snekki, þetta er bara eitthvað svo lítill bátur. Þetta er svona nánast eins og það leikti þetta bara sem svona túristabát sem ég veit að ekki að gera. Sjúa sér árabát. Er þetta orðið svolítið svona, er þetta orðið þreytt? Ástæðan fyrir ég tók þetta, ég veit að það er allir búin að heyra henni móla. Fyrir myndir að þessu? Já, þau eru hérna. En mér langaði svolítið að ræða, spáðu hvað þetta er leiðilegt fyrir hana. Þetta er bassföðurinnar. Það er einhvern veginn, það er eitt að eiga, hérna eru þau. Hérna
hann komin upp og hérna er hann búin að gist niður og eitthvað svona Sveppir hérna ón í mér Já, ég sé hann, heldur nála til Er ljósmyndarinn bara borð í bátnum að taka myndir af þessu? Nei, þú veist það þetta zoom inn á linsum, þetta alveg kamerur Er ekki bara svolítið síðan þið voru on the front page, þú veist, þetta ekki bara, þú veist, ekki aðeins að fá smá bump Fá Kanye? Ég held að Kanye West þurfa ekkert að vera að láta sjúa sig einhver stóra bát til þess að komast í heimsrættina sko. En það sem ég ætla að koma inn á, það er eitt að eiga bara fyrrandi kærastu, eða fyrrandi maka Já, kærasta að svo annað þegar þetta er bass og þegar ég er bönn saman þá fer allt svona potið miklu meiri töðunar bara út af börnunum en hann segður þeir eru börn saman hann segður skrifast ekkert á hann Nei, ég veit það Kim Kardashian og Kanye West Já, eiga börn saman þess vegna er hún brjálið yfir þessu En er hún ekki að þrjum einhverjum steinum og glerhúsi þarna? Er hún ekki með all lóðrætt líka með einhverju djöðstfælu í gangi? Með hvað Hvað fæli í gangi? Nei, bara, veist, ég veit ekki Nei, en það er náttúrulega, jú, þegar þú segir það er til vídeo sem að hérna fór á netið með henni og börn hennar eigur eftir að sjá eftir einmitt Þannig að kannski er þetta smá grjót en ég skil hana samt Það var svona punkturinn minn Svo minn ég líka á að, þú veist Beyoncé og Jay-Z og fullt að liði, þú veist það er, sækist ekki í þetta sko þú þarft að sækist í þetta Ég var alltaf, ef ég væri Kim Kardashian þá var ég alltaf búin að segja við krakkan að pabbi væri dáinn Nei og ljúga að því að það ætti ekki pappa Hann er heimsfrægur Bara ljúga Ljúga, getur ekki bara ljúga Svo eitthvað stundum bara ljúga Ég til næsta slúðmóla og Ég fekk allt sem ég vildi frá þetta Já, þetta er svo hræðilegt Bara Næsta Hérna Hér kemur nafn sem að ég er að spara nafngreinin ekki en hlustendur okkar vita hvernig við erum að tala því að við lofum að hætta að fjalla um hana Við ætlum að vera fyrsti fjölmiðill í heiminum til þess að hætta að fjalla þessa ákveðnu stúlku Þú ert með hann í hvernig þetta síðan? Nei, en það sem Þetta er hvað Emilinu Torini dæmi Nei Þetta er, ok Britney Spears og hún er núna fréttin er ekkert endilega aðalmáli af því að ég ætla ekki að vera að fjalla mikið um það en mér langaði nefnilega að spyrja ykkur svolítið út í spyrja ykkur út í þetta því að hún var að neita fyrir núna hún sé ekki á leiðin á OnlyFans Það voru konar mikla vangaveltur að Britney Spears ætlaði að byrja á OnlyFans því að hún er mikið að strípa á heimili sinu hún er komið súlu í hérna stofuna hjá sér og það var að láta að sleikja sig á Instagram og eitthvað svona bara líkamann sinn en ekki fara beint í eitthvað það sem ástu að hugsa sverðis og það sem ég ætlaði að spyrja ykkur drengir myndi þið geta að hugsa ykkur að fara á OnlyFans sjálfur? Á OnlyFans? Já Að gera hvað? Þetta tala um að bara gerast áskrifundur eða vera með reikning? Nei, bara vera með reikning af því að þetta er ekki bara klám það er það sem að fólk heldur stundum OnlyFans er ekki bara klám Það er mjög mikið að UFC barndamönnum með OnlyFans og þá er það basically að sína behind the scenes, þú veist, er í viktununum er að fara að keppa og þetta er svona auka efni, basically, þú veist En segjum að þú væri með OnlyFans Þetta er basically eins og bara Instagram storyið þitt það kostaði bara að sjá það Já En ímyndaður að þú væri með OnlyFans að því að munun á Instagram og OnlyFans er að þú getur rukkað fólk fyrir að koma og þú getur líka rukkað hærri upphæður segjum að þú væri komið OnlyFans account og við erum að fara að skemmta bara á írskum dögum, segjum það og fólk er að fylgjast með en svo er einhver að biðja bara nennur að bara strjúka á þig tætnar og ég læti það hafa 50 skall eitthvað svona kynferðislegt sitt Ég meina það er ekkert endilega kynferðislegt að strjúka á sig tætnar Ef það er mjög kynferðislegt fyrir þá viðkomandi sem er að byggja það ekki kannski En hérna, já, nei, ég held nú ekki En ég, þú veist Því ég fór einhvern veginn að hugsa Ég myndi held ég ekki skammast mér það mikið fyrir að vera með OnlyFans Nei, ég myndi náttúrulega ekki vera bara Veist, ég væri til að gera eitthvað svona weird shit sko Ég myndi ekki vera að gera eitthvað svona venjulegt Hvað kallar þau weird? Eins og það, að nutta tánum bara í kettlinga og einhversi út í Króatíu sé að fróa sér yfir því Þá er mér alveg trögg sko En ég ætla ekki að vera að ríða konunum minni að það bara Nei, það var sem ég að segja, þetta er ekki bara kynferðislegt Þetta er ekki lengur Ef einhverju til að borga bara 80 skatt fyrir að sjá mig hlaupa allsberan í náttúrunni Ég myndi borga 80 Já, þá er ég klár sko. Því að mér finnst það bara fallegt sko. Ef að fólki finnst bara gaman að sjá einhvern lítinn feitan kall hlaupa allsberan á þingvöllum þá er það bara geggjað eða það er OnlyFans En okkur opnar það ekki bara OnlyFans reikning og reynir að græða á Fáir sem myndi vilja borga Er ekki líka fáir sem myndi vilja borga 80 skallir Nei, ég segi bara það Já, en þú veist með svona efni Ég held að, já, þú veist það sem að lið er að græða mest á OnlyFans er
þar sem þú ert að gera eitthvað fyrir eitthvað einn. Það var sem ég að Þú segja veist. Þá ertu bara, basically, þú ert komið Þannig að reikning einhver og myndi fólk heyra í er að Sveppa. senda þig bara, ég skal láta það hafa 200.000 ef þú gerir þetta fyrir mig. Þannig er fólk að græða það. Já, ég skil það, Herðu, ok, þannig að við vorum allir samanlega, við getum alveg hugsað okkur að vera með OnlyFans account en ekki kannski eitthvað kynferðislegt. En er hún þá núna að hugsa að vera með, þú veist, OnlyFans account kynferðislegan eða bara vera að sína hún er bara eitthvað heima á sig Já, hún var að segja núna, hún var ekki að fara að gera það því að fólk held að það væri að fara að detta inn svona út af síðustu vídjóum frá henni sem eru búin að vera svona frekar skrítin. Herðu, þá er það síðast en alls ekki, síðast það er Miley Cyrus en hún var okkar besta. Já, hún var berbrjósta í forsíðu myndatöku þegar hún var 15 ára og það varð allt vitlaust. Þetta var þegar hún var að reyna að koma sér frá því að vera Hannah Montana hjá Disney og ætlaði að gerast popstjarna sem hún er svo sannarlega í dag og það var allt vitlaust í Bandaríkjunum og hún þurfti að biðjast afsökunar en var að setja núna á Twitter mörgum árum seinna I'm not sorry, fuck you 10 years ago. Þannig að 10 ára setna sett hún New York Post þar sem að hún baðst afsökunar og sagðist ekkert sjá eftir þessu og basically að segja bara, já, fólki að fokka sér. Það er gott hjá henni. Já, hún er pottið þetta við eitthvað svona Disney-lið sem að herru, þú verður hendi í afsökunarbeðinu núna bara og gerðum það, já. Baðst afsökunar á þessari myndatöku en sá svo ekkert eftir henni. Nei. Það eru nú mjög margir sem gera það, sko. Já, það hefur maður oft sagt sorry og ekki mynda, sko. Nei, ég ætla ekki að fara eitthvað djúpt út í það en bara svona 100.000 sem skuldum. Það er ekki leiðilegt hvernig komum við fram við í gær. Já, takk fyrir afsökunarbeðina. Svo fyrir maður bara, what the fuck, man. Fáið því bara. Með þessum orðum allir auðlýsingar þeirra hlusta hérna FM 95 blöð á FM 957 og ég veit reykjendur eru ekki beinni útsendingu núna því að við erum komnir hérna inn í klefan góða og sitjum hér bara í þrjúsju gýri, það getur engis Jesus maður finnst þér þetta ekki aðstæðanlegt, hann er með vasanhníf Steindi Junior er með vasanhníf á lyklakippinu sinni, svona svissneskan svona lítinn vasanhníf minnstu típuna hann hefur reddað mér all úr helling sko hann hefur aldrei reddað þér í kringum mig og ég er með þér nánast alla daga. Ég nota þetta stundum og opna ég hann og tek svona smá þurrk í skegginu sko. Hún Sigrún, hún hefur þetta er á öllum kippum heima. Svona litlir, svona promotýpan af svissneskum vasanhníf. Já, þetta er bara með sko skærum, fönduskæri og ég held að sé bara það funduskjær og eitt svona lík nýður Mér finnst það bara skrítið að vera með þetta á lyklakipinu Þetta reddar manni. Við erum ekki konni í klefum til þess að ræða lyklakipinu Steinda Við ætlum að reyna að fara í eitthvað skemmtilegt Sko, það er alltaf því að spyrja á Insta hvaða klefa við maður fara í drengir þá er mikið beðið mitt sem við höfum ekki farið í góðan tíma og það er skellt á mig Það eru ekki flóknar reglur Ég ætla að láta ykkur kepp í dag Ég ætla svolítið að vera þetta á tökkanum Sjáum þetta allt saman Þá hringirðu símtal og reglan er bara ég skal vera tímaverður þú átt að reyna að láta skella á þig á sem skemmstum tíma Þú mátt ekki segja skellt á mig eða neitt að mig Hvað allir metið í þessu sé? Það voru bara eitthvað nokkar sekundum minni með Ég held að ég hef átti eitt rosalegt síndal hvort það náði 5-6 sekundum Ég man að ég hringdi tannlækni einsinni og það var alveg 3 mínúna ég bætti met í, þetta var hræðilegt Já, þú helst að tannlækninu væri svo busy að myndi skella strax á þig Alltaf, hann er bara í miðri aðgerð Ef hann er í miðri aðgerð þá myndi hann ekki svara númeri sem hann þekkir ekki sko. Nei, þú veist, þetta er alltaf ég er bara, hver er þetta? Ég er bara að deyfa Er þetta mikilvægt? Nei, ég hringdi á skrifstofuna og þeir eru oft svona þessi low budget þá eru þeir bara sjálfir með, þú veist, þá svara þeir og er að borra Það er ekki low budget tannlækn Nei, ég er að segja, þá hlaupaði bara milli Þeir eru bara að taka síman og er að borra og þú ert ekkert með fullt af staffi, sko Þetta er bara, nei Þetta er heimskula sem heitt er þetta ekki Welcome to my club, Sverris Þegar að tala úr raskatinn Ég er búin að gleyma Já, ertu að tala tannlæknastofuna sem eru það low budget og það er enginn sem svarar í síman fyrir þá Þannig þeir fyrir að hoppa fram og svara og fara svo aftur inn að borra Bara sastu núna, fyrir svona 30 sekundum þá kom Steindi labbandi hérna inn og ég brosti, ég faðmaðan Ég kom með kaffi Ég kom með kaffi Svo ykkur á takkana, nú hata ég Ég er búin að gleyma því að ég hata Og hann segir þetta líka alltaf með svo mikil sannfæringur af því hann trúir þessu sjálfur Já, þetta er svona tannlæknastofur sem að það er ekki að vinna á Já, þetta er sko, þetta minnir með marga miljónur á mánu Þetta minnir á það sem vorum að tala um daginn, mástu að þú vildi meina að þetta sé mjög sjálfgeft en ég vil meina að þetta sé ekki það sjálfgeft að dýr sé alveg fólk
Hann heldur þessi bara út um allan heim. Já, það ekki, þú veist Herru, hættum þessu, við erum að fyrir skelta með Þú veist hvað ég á við, þú veist, það er alltaf einhver sem er alin upp að einhverjum úlfum með eitthvað Þetta er til Þetta er til, já, þetta er ekki algengt. Þetta er ekki algengt. Einn af hverjum 300.000 Nei Kannski einn af hverjum miljardi. Herðu, er þetta tilbúinir? Þannig að það basically er einn á Íslandi sem er alin upp af úlfum eða öpum Já, eða einhverju lögsum Já, alin upp af lögsum í kerunu þarna fyrir vestan. Hvora kann allar að byrja og er þið byrjar að hugsa gameplan? Er þetta einstaklingur eða fyrirtæki? Þið ráðu því. Ég sagði Steindi byrjar, já. Því að Sveppi er gestur. Er þetta ekki einstaklingur? Einstaklingur. Viltu karlmann eða konu? Þú ræður. Ég er bara algjörlega Þá ætla ég að fara bara í Nei, ég væri til í karlmann. Karlmann. Ég veit, já, ég með hugmynd ég er að spá ég að taka snjómann nógulega á þetta Ég væri til í eitthvað transbann. Ég get ekkert fundið það bara á jábúnduris. Það er bara að fara á jábúndur svona Skrifa bara Transbann. Herðu, ég er að tala, þetta er snjómaður nógli já, þessi hérna byrja á Hólmæk. Já, ég Ef það hjálpar eitthvað. trúi ekki Ertu búin að ákveða eitthvað hvað það er að segja? Nei, ekki hvað ég ætla að segja, en ég ætla bara basically að vera á, það er búið að snjóa mikið Þú ætlar að vera á keistlu og þú heldur þá að fólk skella á þig að því að þú ert svona ef einhver keistlu hundur ringir og fyrir að byggja eitthvað pening og svona ég myndi skella á 5 sekundum persónulega, Ok. það er það ekki? Jú, bara, þetta er bara þitt innlegg í þessa keppni. Tilbúin. Já. Hvað heitir þessi mannskja? Jóhannes Tekur svakal á að gera snjómannin sko maður fær hausverk Það kostur ef hann er lengi að svara þá er hann upptekinn það vinnur sko. Hann er greinilega ekki tannlæknir af því annars er hann svarað. Ekki low budget tannlæknir. Maður segja fyrir einhvern annan hérna. Tíminn fer náttúrulega ekki í gang fyrir hann að svara. Já. Hann eru reglurnar. Ertu að vinna með Jóhannes aftur? Já, ég kom með annan hérna. Ok, hérna finn ég. Nei, herru, Jóhannes er að hringja. Tilbúin. Jóhannes er að hringja á 1, 2 og tími í gang. Já. Halló, Jóhannes? Já. Herru, hvað í fjandarum er þetta að gera maður? Akkur er þetta ekki að svara í síman maður? Herru, nú maður búin að vera á helvits keislu allar helgina allar vikuna í rauninni. Herru, getur þú að lána mig 15 áskall, Jóhannes? Gerðu það maður, gerðu það, lánaði mér. Næra milli að vera mig. Því mér. Gerðu það maður, ég er á bullandi keislu maður. Þú er að lána mig 15, ég borgaði tilbaka með 15% vöxtum. Jóhannes, gerðu það. Jóhannes. Sorry. Jóhannes, borgaði tilbaka. Nei, lánaði með pening minni. 30 sekundur. Borgaði mig tilbaka. Heyrðu, djúð brá mér, ég var ekki tilbúinn, hann hringdi inn. Já, það eru bráður Þetta var fínt tími. Já, 30 sek. Ég hef séð þið verri. Ég hef séð þið miklu verri. Þetta var fínt mann. Nú er ég hann stressað. Ok, en vilt þú fyrirtæki eða einstaklingsverðir? Mér er alls saman, þú mátt bara gera nákvæmlega sem vilt. Fyrirtækinu er hættuleg. Tíminn fer rosa hratt bara í ykkur. Ef að Steindi tekur einstakling og kallmann, þá verð ég að gera slíkt þið saman. Ok, bara mista saman nafn bara. Jóhannes, þannig að sé allt. Þannig er bestu keppnin, skilur. Ok, herru, bara finn ég annan Jóhannes. Ég þarf eitthvað gameplan. Já, hvað þarf að vinna með? Sko Steindi er nefnilega ofta að flækja. Þú ert bara að reyna, þú veist reyna bara að láta skella á það eins hratt og hægt er. Verður bara eins leiðulegur og getur. Bara með læti og tilbúin. Ég er að tala við eins og þjálfariðin. Já, Þetta bara eins og ég sé í guðlahotninu. Er ég ekki með þetta? Klukkan er klár. Já. Jóhannes. Já. Ég er ekki með tippi, ég er bara með skinn. Hvað segir þið? Ég er ekki með neitt tippi, ég er bara með skinn og svo er ég með símahulstur í rassinum. Já, ég er með símahulstur í rassinum. Þú líka bara með skinn. Kúk í augunum aðeins. Kúkalappa skinn í augunum, Jóhannes. Já, sko bara allir með dót í rassin, maspóspíl í rassinum á þér. Og ég er ekki vinur þinn. Þetta er ekki vinur minn. Nei, þú ert bara með, þú ert múin að vera vondu við mig. Hver er þetta? Nei. Hver er þú, elskan? Nei, ekki elska mér með minni. Og ég hef ekki með tippi, ég er bara með skinn út allt. Og þú ert með gleraugun inn í rassinum að þér. Ég veit það er allir að tala um.
Kúkalabbi, Jóhannes. Ég veit ekkert hver þú ert. Nei, þú mátt ekki vita, það er leyndamál og þegju. Já. Ertu drukkin eða? Nei, ég drekk ekki neitt. Ég hef aldrei drukkið. Nei. Ég er með heroin í augunum. Eins og þú. Kókain, allir í kókain. Heroini. Já. Nei. Ég byrða hitt að þér. Nei, þú getur bara sleppt í hana. Hlungu. Ekki góðu tími. En stórkast að sýta. Shit, hvað það finnir. Þetta var 1.50. Hvernig nefnir manneski að hanga yfir svona þvæl? Ég hefði viljað hlusta á þetta í svona korti. Já, þetta var bara góðu náringi. Með skinn allstaðar og í augunum. Ég er ekki með tippi, ég er bara með skinn. Þegju, Jóhannes. Það er ekki oft sem að Steindi Junior vinnur keppnina skellt á mig. Það er óvænt. Það náða til að flækja hlutina. Jesus, en takk fyrir að hafa þetta allavega 2 mínútur. Ég hef getað hlusta á þetta 10 mínútur. Ég elska þetta. Jesus, Það eru nokkri þetta Insta sem eru sáttið núna. Þetta var skellt á mig. Haltu áfram að skína. Þetta er yfirburða vinsælasta lag landsins í sumar og held ég bara enn sveimið á. Okkar maður. Já, okkar menn hérna, 2 með þessa. Þið eru að hlusta F95 blöð hér í búði Keilu hallarinnar og við minnum á Keiluhöllina, það er enski boltinn alla helgina og þið getur bókað borð í 5-11-53-00 til dæmis fyrir Arsenal United leikinn á sunnudaginn og það eru boltatilboð eins og alltaf með boltanum í Keiluhöllinni. Svo erum við með Dynout á sínum staði, við komum alltaf góða gjöf, þá mælum við með gjafabrifum Dynout, virkar á alla veitingastæði. Svo er þetta Lúp og Túborg léttöl, þetta drekkum við ekkert annað nema 2% drengir. Það er rétt. Já, og ef við ætlum að fá okkur eitthvað þá er það Túborg. Það er hárétt. Við erum minnst að núna að fara í dagskrálið sem að heitir Þekki eða ekki. Já. Og hann kom sterkur inn í síðustu viku eftir góða pásu nema að nú ætlar Steindi Junior að stjórna þessu. Akkurat. Og við Sveppi erum að fara að keppa og svona sjá hvor okkar þekkir hvern annan betur. Hérna sjá. Eru þið klárir í þetta strákar? Já, lagið komið undir. Sko, ég er með 4 spurningar og þær eru helviti góðar. Ég er spenntur að sjá hvernig þetta fer. Það er bara nokkuð ljóst. Sko, hvor er alltaf fram á undan? Ég skal fara fram undan því ég er búin að stilla þessu upp þannig. Ég er náttúrulega eini hérna sem kann á takkana. Einmitt, það er enginn sem að treystist þér. Steindi, þú getur ekki að hoppa þetta yfir og fara á takkana. Sko, það sem ég myndi gera náttúrulega núna væri bara, ég myndi setja bara á repeat á lagið. Þú kannt ekki að setja á repeat. Á repeat? Nei, ég þarf að setja það inn í kerfið og ég er búin að setja sexunum til öryggis. Þú kannt þetta ekki. Herri, ég ætla að hoppa fram. Ég treyst ykkur. Ég held að sett alveg örugglega að fara flókna leiði að spila þetta lag aftur og aftur að þurfa að setja þetta sexunum inn í kerfið. Það getur vel verið. En ég er alltaf búin að gera það. Ég er ekki að með ykkur hérna. Akkur þú að klóra þig svona mikið hérna á bringunni? Nei, ég bara ekki neitt sko. Starrabitt? Bólinn alveg upp á háls. Þú kom með eitthvað 2 spit. Hreiður í rennu. Herru, já. Ég ætla fram. Ok. Þú hoppa fram. Mössi, erst þú? Býðum aðeins eftir honum minna, hann er að fara núna. Mössi, erst þú klár? Já. Er það ekki? Þú þekkir þetta nú. Já, ég er nú farið í þennan áður sko. Já, við förum ekkert yfir reglur. Við byrjum þetta bara. Herru, fyrsta spurning. Hún hljómar svona: hvað þykir mest væntum í heiminum? Þú veist, hvað elskar mest í heiminum fyrir utan fjölskyldu og vini? Þú veist, það má ekki segja bara krekkarnir og strákarnir og eitthvað svona. Já. Bara, hvað þykir mest væntum öllum heiminum? Veðranlega, þú veist. Ég sko, já, veist, öllum heim, mér þykir ekkert vænt Taj Mahal, skilur þið? Nei. Eða ég meina Golden Gate brúna. Nei, skilur þetta er náttúrulega stemningsbrú. Vissulega sko. En þú veist ekkert vænt Nei. Sko, það sem mér þykir mest væntum fyrir utan vini og fjölskyldu. Perluna eða? Já, til dæmis Orkuhúsi? Við erum alveg flott, svona flott. Sko, það sem mér þykir vænstum er líklega bara húsið mitt. Já, húsið mitt, bara garðurinn minn og húsið mitt og... Manstu þegar gula húsið var maður og var svo hvíta húsið og maður er búin að vera svolítið... Já, ég er búin að dutta í því, ég er búin að leggja metna því að gera þetta fallegu hreiðri.
mér þykir mjög vænt húsið þitt. Já. Sem náttúrulega frekar merkilegt af því að ég bý ekki þar og þú býr þar. Akkurat, sko. Þetta er mjög gott svar, sko. Litla hreiðrið mitt, sko. Já, ég var að segja hreiðrið. Já. Er það ekki? Jú. Krútlegt. Það er eitthvað fallegt, sko. Það er hreiðrið. Já, ég meina góð partí þarna maður. Já. Manstu við fórum í gannislægin og kveiktum á opnunum og lokaðum gluggunum og svo beint í skákmót. Já, beint í skákmót. Þetta er þetta geggju íþrótt. Og pælir í, við teflum. Já. Svo ferðu bara beint, þú veist, við náttúrulega vorum alveg búin að búa til einhverja 40 gráður inni, ég held þú sé. Bara hækki allum opnum. Já. Teflum, förum beint í gannislag. Beint að tefla. Þetta er geðveikt. Helst að vera þýr. Já. En þetta verið mót. Já, mér finnst eiginlega skemmtilegast í gannislag því að við erum heldur svipaðir í gannislag. Við erum bara þetta er bara hnóð, við erum ekki að vinna. Nei. Við erum bara í hnóði. Já. Svo kom frúinn og sagði mér að fara heim. Já, aha. Nei, hún kom og sagði, já, er þetta ekki. Við náttúrulega vorum bara í gannislag. Var ekki bent með okkur? Jú, við vorum allir í Það er gannislag. ekki skaman að slást við hann er svo sterkur. Já, hann reynir að vinna. Já, Við já, vorum, já. það var mikið skemmtilega okkur. Herru, næsta. Hversu tapsár ertu á skalanum 1 upp í 10? Þú veist, Ég held að, já. þetta er alveg alveg spurning. Já, þetta hefur, sko, ég vil meina að þetta hafi, sko, ef ég er 10 þá er ég mjög tapsár. Já, bara, þá ertu eiginlega bara fáránlega Já, tapsár. það er bara astni. Já, ég held þetta hafi lagast svona á síðustu 20 árum, skilu við. Þú vilt samt vinna. Sjálfsög, þetta vill maður alltaf vinna. You're a winner. Já, en ég myndi segja 6. Já. 6. Ég meina þetta er þannig að við erum upp í bústað og þú tapar einhverju spili, rétt tapar, spennandi spil, það buggaði ekki. Nema bara í nokkra sekundur. Já, svolítið þannig, Það sko. skemmir aldrei kvöldið. Nei. Nei. Ég get alveg verið tapsár þegar það var vel við, sko. Ég held sér svona solid 6. Ok, 6. Þriðja, að þú mætti breyta einhverju einu við útlita á þér, hverju myndur þú breyta? Mætti breyta einhverju bara, þú veist, þú er það eitthvað í andlitinu eða á líkamannum eða þú veist. Já, sko, ég myndi líklega að fá mér, ef ég mætti breyta þá myndi ég taka mig bumbuna og vera með sixpack. Er það? Hvað akkur er það? Hvað segirðu? Þú maður skilja mig einan eftir í bumbufélaginu? Nei, ég menn ef ég mætti breyta, sko. Já, en þú veist, það er ekkert funny við physically fit menn, sko. Nei, Það má ekki gleyma því, sko. Þú veist, gils og öll er ekkert fyndni, sko. Já, sko, anskotir, er ég að fara að skrifa þetta niður? Nei, þetta er ef ég mætti ráða einhverju, hvað, ég bara taka mér hægri eða? Nei, kannski ekkert hægri, en ég kannski... Veist, mér langar ekki, jú, kannski ég væri til í að, þú veist... Nýtt bak? Hvernig er bakið þér? Ég er með fínt bak. Þú ert með fínt bak. Já, þetta er bara velnætt bak, skilja. Það er aldrei trúblað mér, neitt, sko, bak. Ég myndi svo gott bak. Ég hef alveg séð þig fara og standa á höndum og út liður og... Já, ég er svona fysikal, sko. Já, mjög fysikal, sko. En það er kannski, já, mér dettur eiginlega ekkert annað í hug. Nei, ég var að setja bara vömbin. Já, það sem... Vömbin og vömbir, svolítið. Já. Það er risa bumba, sko. Þú ert nú ekki þar, sko. Bumba, þú ert komið vömb. Þetta er vandamálum. Ok, 4. og síðasta, hvað er besta moment þitt með auðvitað, þú veist? Ég er ekki endilega að tala um eitthvað vinnulegt, sko. Eitthvað vinnutengt. Þetta er líka bara... Eitthvað dagur, eitthvað bara bleið. Eitthvað dagur, eitthvað moment, þú veist, eitthvað svona, þú hugsa bara, ok, þetta var bara líklegast eitt besta momentið mitt með blöð. Sko, þetta er erfitt, sko. Ég veit mjög erfitt að náttúrulega kemur margt upp í hugan. Já. En ég man eftir einu sem að var dálítið þar sem að við áttum alveg yndislegt moment, ég veit því. Já. Það var þegar að við vorum búnir að frumsýna leynilöggu. Já, erlendis þá. Í Locarno. Já, bara myndin sýnd á virtri hátíð, myndin búin og þið bara svona við í bong og blíðu, allir glaðir og við einhvern veginn bara svona horfðust í augu og við bara svona, okkur leið bara svona eins og við værum bara sigurvegarar í lífinu, sko. Já. Að það var leið okkur þannig for a moment, skilur við. Já, ég meina, ég er bara sammála því. Það var rosa, og þar fórum við vorum pínu svona búinir að skjóta á okkur yfir daginn. Já. Við vorum meirir. Já.
Það er alltaf gaman þegar við erum meiri sko. Kom eitthvað tár eða? Nei, ekki tár. Ef það voru tár sko, þá voru það gleðitár. Gleðitár? Já. En svo hafið væntanlega farið bara á okkur ískan pub og splitta genu og farið yfir stöðuna Já. Og bara eitt leitt öðru og allt bara trillt sko. En það var þarna moment í Locarno sem við áttum, sem mér þykir mjög vænt um. Já, þannig að ger ég bara hérna. Og svo náttúrulega Selfoss daginn. Öddi getur minnst á það líka sko. Já, var stuð þar? Við fórum að smá skralla á Selfossi hérna fyrir sumar. Já, Selfoss svíkur nú engan. Nei, alls ekki sko. Fóruð í nýja bæinn og hentum okkur í Tryggvaskála og fengum okkur dýrindis mat og áttum mjög gott moment þar. Já, var það ekki? Eftir Tryggvaskálan sko. Og ég var að fara eitthvað yfir á eftir það. Betur, viltu segja mér það núna? Þú getur bara sett þetta í svega. Já, ég ætla maður að ræða það. Selfoss í sumar. Já, Selfoss í sumar, já. Þetta getur minnst á það, ég veit það. Þannig að þetta er Locarno, segir maður ekki? Locarno. Herðu, ok, þú er bara góður. Ekki? Jú, djúðlóri snöggir þessu. Já, ég veit það nú ekki. Ég sé að Blöð vel pirrar frammi á prentarnum, hún finnst þetta að vera búið að land. Ef hann er pirrar, þá er allt. Já, þá erum við að gera eitthvað rétt. Já. Hvað ætlar að koma aftur? Hvað ætlar að segja? Búinir. Fannst þér ekki snöggir? Taka peysuna með þér. Herðu, fannst þér að vera lengi það? Nei, alls ekki, þetta slapp. Herðu, hérna, ertu klár Blöð? Já. Ég var að spá í sko, ég fór ekkert yfir neina reglu með Sveppa. Það heldur betur ekki að gera það með þér. Þannig að við byrjum bara. Fyrsta spurning, hvað þykir mest væntum í heiminum? Hvað elskaru mest í heiminum? Fyrir utan fjölskyld og vini. Það mátt ekki fara að segja hérna í strákarnir og við nennum því ekki. Nei, ok. Sveppi var með heldur gott svar. Já. Ég var ekki bara að fatta bara eins og að þetta væri. Já, ok, er ég að fara að koma illa út úr þessu? Nei. Fyrsta sem ég dætti í hug var bara United. Manchester United. Já, fótboltalið. Tindastóll. Já. Sauðárkrókur. Já. Mér þykir mætt heimilið mitt. Já. Þetta er heldur langur listi. Ég er bara svona að hugsa upp átt. Já, ég meina þú veist, þetta er allt mjög valið. Þetta er, ég myndi segja Manchester United væri kannski ekki, veist, ég meina þú fíla væntanlega krókin betur. Það hefur gríðarlega áhrif á skap mitt. Já, ég veit allt um það. Já, ég ætla að segja United? Já, ef ég er bara áver hinskilin. Já. Þá þykir mér alveg óðbóðslega væntum innan klubb. Já. Eins arsnalegt það er. Ég ætla að segja United. Nei, fokk, hann geti giskað það. Já, það má eiginlega ekki pæli því. Nei, ok. Þú er bara hinskilin. Já, ég maður á eiginlega að segja heimilið sitt, sko. Af því mér þykir mér væntum heimilið. Já. Það er ok, United. Er það ekki bra? Jú. Ég á kannski eftir að flytja einhvern veginn, ég á aldrei eftir að hætta að alda með United. Nei, en hvað, sko, næsta. Hversu tapsár ertu á skalanum 1 upp í 10? Þú veist, það er búið, veist, ég hef ofta rætta bæði hér og í Blöðkastinu, það er búið að skána rosalega. Varstu 10 eitthvað tíman? Ég var svona 9. Já. Af því ég braut ekkert og eigðilega ekki kvöldið. Nei. Veist, það var alltaf og þú gast haldið áfram að spila þeim, sko. Og minni minn er bara svolítið, sko, þú hefur örugglega verið bróði minn. Við höfum oft farið yfir hann hérna. Já, Toppmaður, Siggi bróðir. Hann var svo, hann er alltaf búið að eldast aðeins á honum. Já, það var sama að mér. Hann var það tapsár þegar hann var krakki að ég held að hann hefði brotið bara svona fjastýringu, bara svona ég væntanlega hefur það ekki verið PlayStation, bara Super Nintendo fjastýringu, eða hvað sem þetta var. Hann var bara, fjastýringu var brotin einu sinni viku. Ég gæti bara ekki farið í tölna því hann brautar. Já, ég mátti ekki spila Champions Manager hjá einu vinnu mínum að því ég hrækti á skjáin þegar ég tapaði. Já, það gerir náttúrulega breytið og litlu maður hrækir á skjáin, sko. Já, bara ógeðslegt. Það þarf að fara að þurrka það og þetta vesen. Og ég bara, þegar ég tapaði fótbolta, já, ég ætla að segja að ég var 9, ég er svona 7 í dag. 6-7. Er það heiðalegt svar? Ég sverða, ég líði ekki í sem lið. Ég segi 7. Ok, það er nú líka alveg svolítið hátt. Já. Herru, þá er það þriðja Þið er yfir meðal. Já. Þú ert 5, þú ert svona tapsára eðlisar. Þetta er hversu tapsára þú ert. Já, þú ert alveg svolítið tapsár. Já. Herru, þriðja, ef þú mætti breyta ykkur einu við útlitið þitt, hverju myndur þú breyta? Hverju myndur þú bara breyta við? Var það eitthvað í andlitinu eða? Nei, ég veit alveg hvað þú ert að hugsa. Þú ert náttúrulega að fara beint bara í hárið á mér og hausnum. Nei, ég er ekki í því. Nei, ég hef alltaf sagt að það sem þú helst ég myndi segja. Hárið? Já. Nei. Jú. Ég er ekkert viss. Sko, myndur þú breyta því það? Ég væri til í að vera áfram snóðar en vera með sko liti yfir alla kúpuna, sko. Já. Veist hvað ég meina? Þannig ég sé snóðaður því að mér finnst bara fínt að vera snóðaður en ekki með skalla. Ég er að spája að snóða mig. Það er langt sinni snóða mig. Já, þú ert búin að segja það núna í 3 mánuði. Þú ætlar að snóða á grít, sko. Nei, ef ég mætti breyta ykkur. Það er að taka mér öll aukahár.
öll aukahár Já. Veitu, hvað eru þau Bara staðsett? á puttunum á mér og bakinn á mér og eiranum og hérna í nösunum á mér, veist, ég fæ hár allstar sem ég vill ekki hafa Sko nasahárin eru leiðileg Axlirnar á mér, þetta er óþólandi Ég er líka stundum núna Ég er að fara í vaks reglulega sko. Stundum er ég upp í sofa upp í sopa? Stundum er ég að fá mig sopa upp í sofa Og hérna allt í hennu rífur Sigrún bara svona hár úr eiranum Já, það er að þið erum mótið svo gamlir Kippir því út Já. Og veist, það er úkslega vond sko Ég myndi vilja losna við öll aukahár sem ég hef ekki áhuga á Já, Og það er potið þetta að gera, ég líti að er ekki eitthvað svona leysið eitthvað djöð sem ég get varði þú ert svolítið loðinn Svo reynd að tætnana mér ógeðslega en það sér það er enginn Hann gætur ekki farið bara í hérna, þú veist inn í eitthvað svona klefa Það og bara sinja öll hárin af þig bara Það ert ekki að vera Ég vil náttúrulega ekki missa öll hár Nei, ég meina þá verður kannski bara með eitthvað tusku yfir, þú veist, andlitinu eða eitthvað Það lítur að vera til eitthvað svona Ég ætla að segja þetta Já, ekki? Já. Herru, þá er það, já, aukahárin Já. Hlustu með þau Fjórða spurning, síðasta Hvað er besta mómentið þitt með sveppa? Og eins og ég sagði við hann, þetta þarf ekki að vera til dæmis eitthvað vinnutengt úr 70, eitthvað svoleiðis Þetta má bara vera líka bara hvað sem er Já Gamalt eða nýtt Það kemur slatt upp í huga maður Já, eins og Vá Eiður smára á náttúrulega helling í mörgum af þeim sko veist, Það var ekkert leiðilegt á þessari snekkju þarna á sínum tíma og Nei það var ekkert leiðilegt í enga þóttum með honum En ef þetta er svona eitthvað sem að kannski verður meira bara ég og Sveppi Ég meina, þú veist, oftast er einhver líka Þannig að það skiptir ekkert En jú, bara Moment og Sveppi Snekkjar er náttúrulega rosa svar Þú veist það Nei, ég veit hvað er Já. Það er hérna að því að við áttum, það er líka sérstætt moment í þessu Það er Locarno Já. með leynilögunum og því að við sátum, það var allir farin að sofa ég og Sveppi sátum 2 á trún og bara fyrir utan hótunum búin að kaupa okkur áfengi sem myndi endast og vorum að tala bara saman langt fram á nótt af því að veist, okkur langaði alltaf svo að skrifa og leika og svona, við vorum alltaf bara að hlaupa naktir og drekka ógeðstrykki og eitthvað og það var svo sturglað að við værum komnir á einhverja virta kvikmyndahátíð með bíómynd sem við skrifum og leikum í og allur sá dagur, bara frumsýningin og allt, ég ætla að segja það, Locarno rauðbálsmámyndi vitt með Sveppa Locarno Já, staðfest Það var líka svolítið okkar sko Já, þetta er bara mjög gott svar Þá er þetta komið Já, og þá erum við hann inn Það má bara fá mössan inn Hann er lagstur, herri, nú þarf hann ég lá að byrja- bara kitt Bara með andl face down Já, nú þarf ég að byrja að hugsa líka hvað hann sagði sko Mér langar að vinna þetta Já, Hæ, velkomin áttur Herðu, ok já, Já, þú náttúrulega ræður bara hvaða röðu tekin í þessu já. Ég er að spá ég að byrja á að spyrja þig, Sveppi Ertu þarna? Já, þarna Já, ná, opna sér eitt túborg hérna Kallan túborg Herðu, hérna Massi, Já mástu, ég spurði hvað þykir mest væntum í heiminum og allt þetta Hverju svaraði þetta? Hann svaraði sögurkrókur Sögurkrókur var það maður, það kom upp Ég var næstu bara enda á að segja Já Það kom þrenti greina hjá mér í lokin Það var söðugrokkur, heimili mitt og svo það sem ég svaraði Þetta er nánast Þetta er ekki punktur samt Er þetta hálfur? Nei, Það er að ræða það við keppanda Hvað þetta eru mörg stig? Þetta er bara ekki stig. Er ég ekki að stjórna þessu? Ok, þetta er ekki stig Ég sagði United Já Því líka, þetta átti ég að vita þetta maður Því líka hálfinn Já En þú varst mjög nálægt í Þannig að þið ekki vætna United heldur að sögurkrók Það hefur meira áhrif á skap mitt og tilfinningar Ég hugsa þetta þannig En að þú lest En sorry, ég er bara sögurkrók og mjög hátt hjá Þú mér veist, eins og núna Og var bara að koma- Skagafjörðurinn Þannig að þið ekki vætna Man United heldur en Tindastól Nei, þeir voru aðna líka En þú veist, núna var til dæmis að koma frétt að kindur er að herja á Sauðárkrók Já, já Það eru, þú veist, Við tæklum það Nei, ég er að segja, þú veist, það var að koma frétt, sko Herru, nú er hátt ég þetta alveg áfram með Það leikinn böggar þið ekki, meira en að Nei. kannski leikmaður, hérna, Það er fara allir út af drullu saman kindur Nei, þetta er krókurinn Það er á góður að bænum Herðu, Já, ég var að svara hvað já, sem já, þú svarum frefa Sko, ég ætlaði að segja Rolling Stones Hún þykir vænt þá einstaklinga En fyrst að hann sagði Sauðárkrók þá gæti hann að sagt Breiðholtið Já, Hún þykir vænt jú, svo örgulega heimilið sitt Áfengi já, áfengi Hún þykir vænt Hvað meinur, bara upp á að, já, finnst það gott Já Og Ég ætla að segja Rolling Stones Rolling Stones er ekki rétt Það er áfengi Nei Nei
Ég ætti að vera svo tæpum maður. Herðu, það er húsið. Já, heimilið. Það er heimilið. Já, Það er hann fleiri. skotinn maður. Það var eitthvað svona Þetta átti ég að segja það líka, núna lætur mig lítið En það er út, líka maður. út af því að ég var búin að dutta svo mikið í húsinu Ég er búin að gera svo mikið fyrir með þykir ég svo veit. væntum Blöð, þú er ekki Ég heilt átti upp að mynd heimi á þér að þú ert hreinskilinn. Blöð, hann er búin að vera Ég hef actually gert það og hjálpa til. Er það? En hann er búin að vera stækka og gera svalir og þetta er, ég átti að vita þetta. Já, herru, það er önnur, hversu tapsár ert á skjálunum myndum með 10 blöð, byrjum að þér, hvað sagði Sveppi, hversu tapsár er hann? Sveppi sagðist vera 6. Það er hálf rétt, maður! Jöfullar þetta, vel gert, maður. Hæ? Þetta hefði ég að segja bara einn Nei, þú mátt ekki, þú ert að vera reynskilinn. Án Þú þess að ert hika. alveg tapsár maður. Já, ég segi það Já. Án þess að hika. Ég er bara að segja, maður á að ljúga til að vinna Nei, það má ekki í svona leik. Nei, maður verður að segja hreinskil. Já, Já, ok. Herru, og Mössi, hvað sagði Utti? Ötti sagði Ötti hlýtur að hafa sagt 8 8. Það er ekki rétt. Ég sagði 7. Ég sagði ég var 9 en ég er 7 í dag. Mér finnst þetta Ekki þennan svip. Ég er ekki að tapsa hvað ég var. Við getum Já, við þannig að bóðins við- núna. þannig að Ég þú- myndi ekki rjúka Heyrðu, út þannig í að- hjónda í kúp og spóli í burtu. Þannig að allir eru heiðarlegir þá er ég 6 og þú 7 Já. Heldur það sé eðlilegt Já, veistu einu hvað er mikill leveli- munur á einu þú ert komið svona hátt. Þetta er bara eins og með jarðskjálta. Því meira, veist þetta Og Richter, er þetta að tala um að Richter? Við erum ekki að tala um Richter munur að í vera þessu. 6 eða 7 af því að þú byrjar sem tapsár. Þannig að 1 þá ertu tapsár. Þá er 7 rosalega mikið. Ef þú hugsaður út í það. Þetta eru skrýnstu rauk sem ég heist að vera að tala um einhverja En ég ríkta. viðurkenndi, ég var 9 Já en ég er ekki í dag. Sko, er ekki Ok Mér finnst Nei, að hættur að- ég myndi aldrei hrædda En ég segi tölvuskjá að í dag. ég segi þetta líka sjálf Þetta lækka með aldrinu Já. Það hljóta að Þú vera- varst með þess að fara að segja 7. Þú sagði 7, 8. Þú varst að fara að segja 7. Já, að því að ég var að hugsa hvar þú heldur að þú sér Þú heldur alltaf sett minna tap sem þú ert. Ég er það. Já, en sko Það veist, núna, ég get ekki þennan munar- svipsværir. Ég er ekki Ég viss. er, jú, þú horfir á mig brósandi. Ég sverða upp á börni mín að ég er ekki að tapsóri ég var. Þannig að þú ert ekki 8. Þú ert 7. Ég er 7, já. Solid 7. Þú er Ok. búin að sverja svo mikið upp á börnin og þau hljóta að vera í lífsætt alltaf daga Hættu þessu. Hörru, það var að þriðja ef þú mætti breyta einhverju við útlitið. Sveppi, byrjum á þér núna. Hver myndi Utti vilja breyta við sig? Þú veist, ef hann fengi að velja og ráða. Ötti myndi vilja vera með hár Vera með hár. Þannig að hann myndi bara vera með góðan stall núna. Ekkert stall Hefur þessi marga með stall í dag á fullans aldrei það? Já, þú veist, ég minna þú væri bara handala með herraklippingu bara. Herra, Smá Þú þarft ekkert eitthvað að pæla í því feiti hliðum. Nei, Síðarður. alls ekki. Hvað verður með? Múletna Ég væri bara snóðaður, ég sagði þér að mér sagðan, ég væri snóðaður. Verður með múllaran. Nei. Herru, þetta er ekki rétt. Það er kjátt það Veistu hvað rétt svar er? Aukahár. Í burtu. Burtu með aukahár. Já, axladrasli Axlina, Axlir og- bakið, eirun, nefið. Sérðu Augun. hárin þetta puttunum að mér. Og loðin í augunum. Af hverju? Hálstifri hár Já, ok, þá Nei, er ég bara kast út í kosmosi Já, hálft stifur Er hár. þetta hálftið verið hár? Já, Það er því að þú veist að við hár já, Já, en ég myndi sko. samt snóða mig. Já, er ekki Já, úr það Sveppi, ég sé bara svipnum á honum. Honum finnst þú ekki að vera drengilegur. Segðu, hann er tapsárið en ég. Honum finnst þetta ekki Hann að er 7. vera Honum finnst þetta ekki að vera drengileg kepp. Jú, ég er alltaf fer. Blöð, hvað sagir þú? Hvað vill Sveppi hérna? Hverju vill hann breyta í sínu fari? Sveppi er mjög sáttur í Einn skinni? Já. hann er það. Nei, það er ljótt að fara að tellja eitthvað upp hérna. Já, ég meina Svo margt sem maður vil breyta Nei, Ég er svona að hugsa bara hvað kemur til greina. En Egil Einarsson væri hérna, hann væri núna upptalning. Já Það er þrennt sem að ég held að koma til greina. Já. Nei, kannski myndur þú vilja vera aðeins hávaksnari. Nei, ég myndur ekki segja það, út sáttur. Það getur verið eirun. Því ég heyrti talað um það, því finnast þú með stóra eiru. Það getur verið miðsvæðið og þetta getur verið miðjan. Ég ætli í eirun. Veitu, hver er mununa miðsvæði og miðju? Hann er að tala um tippið á mér Ég ætla að segja eirun. Eirun. Já, Það er ekki rétt. hvað var það? Það er bumban. Út, sixpack inn. Já, ég sagði miðsvæðið. Já, já En ég, þú veist, það er samt eitthvað svo ljótt að sitja að þú segja, hann myndi taka sér bumbuna. Mér finnst það eitthvað svo aðstæðanlegt. Ég meina, Af því að þú getur léttilega gert það, hitt er Þetta er- aðgerð sko. ég meina, hvað er þetta hálft líka þá eða? Nei, Ég er að fara í B&B B&B. Burtu með bumbuna
Slókar eitthvað Það var á fjórðastrákar Já, ok, ég Nei, veist ég að það enda með jættefli. einhvern tíman hefði ég vilja stærra tippi en ég er búin að fatta, stór tippi bara vesen sko. Já, en ég sagði ekki tippi, ég sagði eyrun. Af því að ég manu varst ekki mann að kvarta að vera með stór eyrun. Já En það, svo er þetta alltaf að verða svona meira og meira þannig þegar maður er 46 ára og þá er manni bara nákvæmlega sama hvort að maður sé hangin eins og hestur eða sért bara með minnsta tippi á heimilinu þóttu er lítil börn sko. Ég staði líka mjög ánæður í einskinni. Hvað er besta mómentið með auðta Sveppi þá að byrja upp á að reyna að ná að jafna svo þessi spenna. Já, ef byrju ná að jafna, er ekki 0-0 Það er 1-0, ég náði 6 í tapsar. Það er rétt. Herru, eigum við þá að byrja þér, Sveppi? Hvað er besta mómentið þitt með blöð? Já, hvað sagði ég? Og hvað sagði Öddi? Hvað sagði ég að vera besta mómentið okkar Já, saman? þetta er svolítið raukslega en Nei, þú bara varst að flækja þetta sko. Öddi á fallegt móment með ykkur uppáhaldsmóment, hvað er það? Með okkur Sverri og Sveppa Ha? með okkur tveimur Já, Já, Sverri og Sveppa, Udd og Sveppa. hann sagði auðvitað á uppbólsmoment með ykkur ég bara rugli í þessu hérna sko ég nefnilega já, ok, ég má ekki tala um þetta jú nei, ég má ekki tala um mikið Já, hvað? því að þá Færði eitthvað bann heima? Nei, og gefur hann hann svar. heima, nei, þá er ég bara þetta er keppni Já, hérna, Hvað ætlar að segja? þetta er rosalega mikilvæg punktur sem vorst að berjast fyrir það ég ætla að segja hérna að svona gott moment okkur á milli einhvern tíman eitthvað bleið væri kannski ég ætla bara að giska á hérna frumsýning á leynilöggu í Locarno Sess, hann er búin að jafna. Þetta er rosalegt maður Líka Og- trún og okkur mannstu eftir að vera sátum fyrir utan hótelið bara 2 að drekka. Já, ótrúlegt að það hefði ekki hendi ykkur síðan í gott spilavíti Sveimið þá að það enda ekki þannig. Nei, ég var búin að loka þið. Ég ætla að segja sama. Hann hafði sagt það sama. Segja sama? Já, Locarno. Sama svar? Já. Það er rétt! Já! Náði sigurinn í lokin. 2-1 Veistu hvernig, ég vissi hvernig þú varst að spila þetta. Nei, ég ætla bara að giska á. Og vissi að var það. En það kom líka alveg smá svona Selfoss kom líka inn í sumar Það var geggja. Það var alveg svona sjens sko. Já, við eigum endalist að þessum. Herðu, risa sigur í hús. En Sveppa er náttúrulega sama því að hann er bara 6 þegar kemur að því að vera tapsárs. Já. Við ég er bara gaman að vera í þættinum Já, við skuldum auglýsingar og við ætlum að fara í þær núna. Þetta er okkar besta Þórunn Antonía hér með Too Late FM 95 Blö og já, það er komið að gestastjórnanda dagsins. Hann er að fara að sjá um næsta lið, eini liðinu sem hann sér um í dag og það er dagskaraliðurinn Hvort mætur fyrir ekkar. já, Og er það tilbúið í þessu við? já, hvað heldur Já, Engar ágjörð. enga tróður. herru, Já. já ok, maður Herru, sjá er stormurinn að þetta inn, sjáu þið? Ljósastöðum Það er að hvers Já, núna er þetta bara heim í hýði Já, Fólk þetta er bara kemst heim. ekkert út sko Já. Lagt til bara að fara heim í kósi. Já, fólk kemst ekkert út í kvöld Það er bara rók herru, ok, þið voru að já, Maður hefði nú ekki látið þetta stoppa. ég var ekki að reyna nei, þetta er ekki að breyta deginum fyrir Þetta er ekki eins og það vont viður nei, þetta gæti komið í kvöld Þetta er að byrja. Það sjá til Já. herru, Winter is coming. hérna, já Muni. já, Game Game of of Thrones. Thrones Rosalega fættir. Herru, ok. Já, hvort myndur frekar Já. þrýfa allt heimilið þitt hátt og látt bara svona eins og konaðin myndi segja þér að þrýfa það Já. á hverjum einasta degi eða tróða öllum puttunum á þér upp í rassin á þér á hverjum einasta degi skilur, þannig að þú mátt ráða, þú mátt bara og þú væri alltaf að þrýfa íbúðina reyks og skúra og ekki skúra með moppu, leggjast á 4 og skúra eins og á að skúra Hvað er hitt löng aðtöfn? Er þetta bara hinn aðtöfnin er ekkert mjög löng en þú veist, Þetta er ekki allir í einu. Nei, þetta er bara litli putti, bólakaf vísifingur, bólakaf langatöng, Jesus. bólakaf þumall, spurfingur og svo næstu 5 sko Ói, það sem að hræðir 10 mig. puttar? Já, hvað, já, þetta er ekki bara önnur Það hræðir mér að ég þarf að hugsa þetta svona alvöru. Já, nú veist, báðar hendunar getur ekki bara haft bara aðra Ég gæti alveg gert það, en það er ekki þannig Nei, Sko, ég Hvað held ertu ég lengi að þrýfa allt? Hvað er maður lengi að þessu? Þess að 4 tíma Segir 3 tímar. Nei, Já, nei, maður er hátt og látt skúra og taka hotnin og allt og Já, þurrka af Þetta er vasku upp þurrkari þótt Þetta er sko, þetta er eiginlega bara Þú gætir ekki gert neitt annað að vera að gera þetta á hverjum degi Jú, þú ert ekki 4 tíma að þessu sko
Nei Nefna náttúrulega í mansjóninu þínu. Nei, ég Já, meina, þetta tekur þig náttúrulega 8 tíma ég bara, maður ryksugar yfir og svona, maður tekur ekki alþrif Nei, á þetta hverju er degi. blautuska og vatn í fötu. Já, 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 svo sem allt er. og ég bara allavega, ef við sætum einhvers þar út að borða og ég verði búin með 2-3 drikki viðbútt, þá myndi örugglega svara öðru sig, en hér í útvarpinu verði ég að segja, ég myndi þrífa heimilið mitt Ég hugsa, ég tæki alltaf puttana Það er málið á hverjum degi. Ég meina, þú veist að Þú þrýfa allavega- hátt og lágt þú veist. Fjölskyldaðin hagnast á hinn sko. Já, þú veist, ég meina, það er svona þrifdagur heima þú veist, maður grípur alltaf í tusku, maður er alltaf eitthvað aðeins að dutta. Þetta væri skítlegt ef þetta væri einu sinni í viku. Þá Já. myndi maður alltaf segja bara þrífa heimilið. Já, af því að það er svona meira þannig Já. á mér, þú veist, Já. við erum alltaf Það er bara eitthvað að putta sér með öllum puttum einu sinni. Hvað sko að spurning? Þetta er geggjur spurning. Ég hérna Ég held að Man þarf hlustendur að byrja á þumlinum sko, svo Já, það skiptir engu máli. enda þar munir vikist aðeins út þannig að henni putta þeir. Já, já, næsta spurning. Ég held að hlustendur séu Við erum bara í actually lestu. bara núna að velta þessu fyrir sér. Já, þetta er góð spurning. Góð spurning. Herru, ég var að reyna að vera ekki dónalegu nefnilega. Nei, það byrjar vel. Já, Ok. já, báðar hendur í raskat og svona, þetta er bara basic. Hvort myndir frekar breyta nafninu þínu í Kluss Mandarín Gal eða stinga gaffli svona létt í barni ykkar í hvers skipti sem hann segir pappi? Neyði hann. Ekki þannig. Hvað Já, hvað er er þetta að- létt? hvað Nei. er að nafnið aftur? Kluss Mandarín Gal. Kluss Bara eins og sér Kluss Eða skrifa þessu gal eins og vangal. Já, þetta er Svona hollenskt. K-L-U-S Kluss Kluss Mandarín eins og mandarína Mandarín Gal Kluss Mandarín Gal. Mér finnst það fyrir ekki bara flott nafn. Þetta var virðilegt nafn. Þetta hljómar svona eins og bara Þannig, eða í hvers skipti sem Ef ég er ekki að meiða barnið. En Já, getur farið þá alltaf að vera með þetta er gaffal á mér. alltaf svona óþægilegt. Já, ok. Skilur við. En ég þarf það basically að vera með gaffal á mér alltaf. Bara ef við erum í bílnum og... Já, það eitt og sér er bara maus. Ég herri, svo er ég að keira. Það er það bara að stoppa og taka gaffalinn og stinga hann. Já. En maður að býða, má ég hugsa, herri, ég skulda 4. Já, getur við tekið bara Þannig að það má. Já, Ég já. þarf ekki að gera þetta alltaf akkurat þegar hann segir það. Nei. En það er svo þægilega fyrir krakkan heldur en að fá 4 Þú stungur. vorst að segja að hann þetta meður hann ekki. Þetta er samt gaffall í barn. Ég hugsi ég myndi alltaf heita bara Kluss Mandarín Gal. Hvað myndur þú kalla þið? Klussi? Bara Klussi. Klussi Junior? Það er alveg allt í lagi. Kluss Klussi. Þá erum við bara alnafnar. Er Ég það tek ekki? Klussan líka. Já, Já, ég veit ef ég er að meiða að særa barnið mitt, ég get það þetta ekki. er svolítið hollenskt sko. Það held ég eina, ég myndi taka Svo allt sem hérna- þú segir frekar heldur en að vera að meiða börnum mín, sko. Já, svo er ég með eitt hérna. Svo var ég byrjar á einnum, ég langar að klára hana. En ég er fyrst með eina tilbúna, hún er Ok, létt. ok. Já, hún er ekki létt, hún er svona basic. Kottu með Máttu með 4. Kottu með Já, þessa maður er fjórar. Já. Kottu með þessa hálnuðu fyrst. Nei, ekki hálfum fyrst, ég ætla enda henni. Fyrst er ég meina, hvort myndur frekar lappa allt eins og konguló. Skilur eins og út í konguló fótbolta. Já, Já, oi, svo þægilt. Liggur á bakinu og lappa allt þannig. já. Það máttur Skilur. Bara heima hjá þér og allt líka. Já, þú þarft alltaf að lappa þannig. Þannig að ég var í brúðköpi síðustu helgi, ég myndi labba bara þannig. Komið bara svið sem veislustjóri bara og lækka Nei, þú mækinn. veist, ef þú getur ekki lappa upp stiga, þá stendur upp og lappar upp stiga og fer svo beint niður í köngulóna. Ok. Lappa allt þannig. Já, helviti eftir rausnalegur hann að þetta kemur að steganum. Eða að keyra alltaf allsber. Þannig að alltaf þau eru bara, já, Ok. krakkar, heyrðu, við erum að fara í bústað, ekki málið. Rífur þið úr brókunum og svo sem bara, pappi út allsber, já, ég veit að ég tapaði veðmáli með. Nei, sko, þetta er eiginlega létt. Af því að þetta væri það bara pínu eins og að vera próflaus og ég á nú nokkra félaga sem hafa lent í því. Þannig að ég myndi bara keyra miklu minna. Já, þú myndir bara keiri neyð. Já, basically ég myndi taka leigubíl í vinnuna og leigubíl og svo væri Rakel bara bílunum þegar við erum að fara upp í sumarbústað. Þetta væri ekkert ég á tippinu. Nei, einmitt, það má. Það er nú skást samt að vera bara leiðin upp í bústa að keira á tippinu. Það er miklu verra að vera að koma hérna út allan bæ og vera að fara fyrir hádeismat og alltaf að rífa því úr og í. Þetta er algjört vesen, sko. Ég myndi gerast múslimi, þannig ég færi alltaf bara í svona slopp. Þú væri Ég hefði hann bara við hliðina á. Já. Já, veistu, ég myndi Já. ekkert gerast múslimi en ég myndi vera með þannig slopp bara með mér. Já. Já, ég sko. Ekkur bara, þú getur líka bara verið bara í Adidas stuppusonu sem þú ert að fara í eftir korter, sko. Maður reyndar það Nike, en já, ég skil hvað minna. En ég er á leiðinu heim í stöðbuksu. Ég, þú veist. I know.
Ég meina, hitt er líka bara, þú veist, hitt er líka fucking creepy. Það er líka bara eðilegu vinnuna Ef farið göngutúr kvöldin, fólk myndi halda þetta væri bara eitthvað svona exorcist shit, sko. Og þú ert að lappa eins og okkur öfu kónguló, bara neður stiga. Ég er að fara í tökur bara í næstu viku á tónlistamennum okkar. Var ég það bara kónguló að tala við viðmælandina? Nei, svo náttúrulega, þú veist, en skilurðu, þú ert kannski með viðmælanda. Þetta er bara spjalla saman liggjandi. Og þið standi bara spjalli saman og eitthvað svona. Og svo, þú veist, að því að þú ert í tökum, þú ert að leika mann sem er að labba og þú getur verið að labba bara með bubbamortið og segja eitthvað, já, lalala. Má ég það vera venjulegur? Já, þá ertu venjulegur, sko. Já, Svo ok. kemur bara, ok, cut, við ætlum að rölda út í bíl. Sveppi var að gera kóngulóna. Ég tek keira nækin. Já, ég líka. Ég var ekkert búin að hugsa þessa, en mér hendi þessu bara inn. En svo er ég með síðustu. Hvort myndirðu frekar reyna að smygla inn til landsins 1 kílói af kókaini eða halda svona lítið framhjá konunni inni? Halda framhjá konunni. Hvað er að halda lítið framhjá? Kannski eitthvað svona sleikur og putt dæmi. Language. Hvað er það að gerast þér? Nei, bara ok, halda framhjá konunni einu sinni. Já, sko, málega er að, þú veist, nú Já, skilu. Hann veit ekki hvort ég sé tekin eða ekki. Nei, og þú veist ekkert hvort að hún frettir að hún halda fram í hann þessi róðis hundur og ógeð. Það er ekki bara einu sinni. Sko, ef þú kæmir inn með kíló af þessu hvíta, þá ertu búin að eyða ekki líf þitt bara sem fjölmiðlamaður eða úr tekin. Það er bara þannig. Heldur það? Já, þú getur eitt ímyndaðir fyrirsögnir sem kemur á mér auðvitað blöð tekin og svo kemur undir bara kíló af kókaini. Þá myndur þú segja náttúrulega bara, ég var í hvort myndur þú frekar. Ég veit ekki halda fram með konunni minni. Everybody loves a good comeback, man. Já, en þú veist, ég minna, þetta væri örgulega verra fyrir bara einhvern heilaskurleikni en þig, fólk væri bara blöð, hvað er rugglir í honum maður, helvits villingur maður. Nei, ég held samt ekki. Helvits villingur. Hvað ætlar þú að segja? Fólk myndi segja þetta, helvits villingurinn. Hvað ætlar þú að segja? Þið fannst þetta ekki derfið, það er bara beint í framhjáldi að segja Nei, það var þú kjánaprikk að vera síslast með þetta kíló af snjókomu þarna, vittlisingur og svo bara búið. Fólk væri bara, þetta er bara vittlingur. Þú ætlar að reyna að smikla en kíló af kókaini og set bara að kalla það kjánaprikk og svo bara, herri, það er FN95 blöð á föstudaginn. Já, fólk myndi segja þú bara kjáni. Nei, það er í fangelsi. Já, þú hittir ekki börnin þín bara heil lengi. Það er náttúrulega heimstjórn tími. Hittir ekki börnin. Já, ok. Þessi er, ég get En svo náttúrulega máttu ekki gleyma einu. Þú getur líka bara komist upp með það. Þú getur bara verið góðu smiklari og fengið fullt af peningur. Hvað ætlaðu þú að segja, Steindi? Nei, þú myndir ekki hendi. Hvað myndir fara að selja þetta bara? Úrlingur landsins? Nei, fengið fullt af pening. Akkur þetta að selja ykkur úrlingum. Nú, hvað heldur þetta endi? Við bara að selja bara babba hennar, geta bridge maður. Kókaini þetta svona plus 30 dæmi, sko. Já, þetta er plus 30. Já, þú veist þetta. Ekki að segja eitthvað skara. Nei, ég segi svona, en ég maður þarf að hafa þroska til þess að vera í eitulinu. Hættu Ég er að stjóka, sorry. Ég get eiginlega bara ekki svara þessu. Nei, þetta er ógeðsleg spurning. Eins og flest allar. Ég held að fyrsta hefur erfið maður. Ég vandaði mig. Já, þetta er gott, sko. Ef þetta er bara sleikur. Nei, þetta er ekki bara sleikur. Þetta er tippipíku og eitthvað. Language. Já, ég meina, erum við ekki bara að fara í þetta hvítablöð? Jú, við reynum að smigla þessu. Ég meina, ef þú lendir í vesinni þá kem ég bara með köku með þjöli og við finnum út úr þessu. Já, ég vil bara ekki, ef ég sitt inni þá vil ég ekki sjá þig. Ég nefnilega að hugsa þetta líka. Ég myndi líklega að fara bara í kókaini, sko. Ég myndi bara svona, ok, nú ger ég þetta bara. Nú bara kingi ég hérna 80 smokkum. Svo bara ætla ég að mæta til landsins, bara kósveiktur eitthvað staðar í millilandaflugi bara og reyna að vera einhvern veginn hress og eitthvað og svo myndi ég bara reyna að skýta og ég myndi bara svona prófa að vera burðardýr og þá getur maður bara svona, heyrðu, ég var burðardýr einu sinni og tækir hann að góða ræmi í vilni. Ef við ekki bara fara Er þið þennan? Nei, Bjartmann, Það láta þessi góð Það skulum hægt að ræða að smikla eitilöðum Takk fyrir hvort myndir frekar, þetta var þroskandi mín ánægðan. Hárið það eru Túborg, Léttul og Keiluöllin sem færi ykkur FM95 blöð hér á FM 957 drengir 20 mínútur eftir á þættinum og við ætlum að fara núna í dagskrálið sem að heitir Sveppi. Hefur þú ekkert maður keft í þessu? Nei, voru ekki að ræða það í byrjun þáttar? Jú, Sveppi er aldrei keft. Ég veit ekkert hvað máli snýst. Dýr með fullólingum. How do you do fellow kids og þá kemur How do you do fellow kids M.O.B.
Píur komur Þarna, undir já. Og þá þarf ég ætla að standa Ég heyri ekki neitt. Já, ég ætla að standa Já, í þú ert þessu. ekki með headphone, Þú voru að setja þetta headphone En það er heyrist ekki Jú, þú voru að hækka hérna Það er stemning að heyra Á að hækka En það hefur ekki áhrif á keppnina, eða sko Hanna? Já Þetta er ég að í gýr Þarna, þú dettur nefnilega í gýr Þú ert að heyra í M.O.B. sko Já. Herðu, how do you do fellow kids 5 spurningar Eins og alltaf Og Er ekki bara klárir? Jú Sveppi, það er bara höndin upp Til Já. að fá svarréttin Ok. Þannig að ef þið grunnar Kannski fínt að kynna reglur Já, ef þið grunnar og viti svari Þá negliru hendinu Blöð er helvíti snöggu með hendina Þarft að vera alveg á tánum sko En þú þarf að vita svarið til hendu Já, sjálfsögðu. Já, já, En ef þú giska. giskar að vitlu. Það er alltaf Þá fyrir bara svarið til giska mig og heim. mig Fínt að fá svari Herru, eru klárir? Já, en hann er ekki búin að lesa það Já, bara þú að svara er- Já, núna spyrir hvort ég verið klár. Já, Já. Svarið er já. Svarið er já, rétt Það er ekki stig samt sko Herru, how do you do fellow kids Þetta er Sveppi Krull Á móti Öðru Blöndal Fyrsta spurning hljóma svona Hvað þýðir frasinn Kettari? Kettari? Ég veit það. Já, ég ætla að reyndar að bæta við Nei, má Ok, þú vera að hætta kettari, það já, bara að ok, vita það. Sveppi, kettari Kettari. Epp Ég kalla tómatsós alltaf kettara. Þetta er leiður á rétti bönd er Ég hef nánast aldrei kettari. tapað þessu þegar ég bara Jú, ég tapaði Þetta reglu fyrir er kettari Ding. Kettari. Og máli er að eins og teilari Það er koktisósa Já, já, já. Teilari Eða della Það er bæði Herru, þá er það næsti Segðu Næsta meira. spurning Og þessi hérna er aðeins erfiðari Hún ljóma svona Hvað þýðir frasinn Hann er mikið notar í Hafnarfirði Þá tekið þetta fram Mikið notar í Hafnarfirði Hvað þýðir frasinn Að fá sér kalla og sigga Fá sér kalla og sigga Blöndal Fá sér kalla og sigga Ég held að þetta sé að fá sér kaldan bjór og sigarettu Það er hálf Hvað er að gerast þetta maður Ég vissi að var Kalli kaldur sko. Já. Kalli. Kalla og sigga. Þeir eru on fire næsta dag. Ég man aldrei, ég man ekki eftir þessu Fyrstu Já, ánægður með blöðana. komnar í hús Ég held með blöð. Ekki reyna þetta Þessi er freka þægileg Ég er að horfa yfir, það er ekki það erfæri dag sem er bara ágætt Ok. Þessi er helviti fín og þetta er smá fyrstu kemur fyrstu fær Hvað því er frasinn að skjóta einn í skeitin Og Blöndal, Sveppi, þú voru á tánum Ha, ég sá þig, þú bara sónaðir út Nei, já. Það bara, þú gerist eitthvað Já, að skjóta Ég er náttúrulega Bara apar í flaki Nefna ég veit Ég verð að rétt upp henn Bara ég veit Skjóta svarið. einni Skjóta einn í skeitin Skjóta einn í skeitin Jesus, ég var aðeins og snöggur á mig þannig Er það? Ertu ekki með þetta? Nei. Sveppi er að nýta tíman vantilega Ná, hann er að hugsa að Sveppi, þú mátt fá svarréttinu og ég svara á eftir eða þú vilt Nei, alls ekki. Ég ætla bara að vera góð við þig Þetta er þriðja spurning en 1-1 Skjóta einni skeitin Skjóta einn í skeitin Á ég að gefa ykkur Nei, þú er náttúrulega með svarið En ég geti ekki gefið vísbendingu Ég er bara Jesus man Tómur Já, ég ætla bara að fá sér í vöruna Tómur Það er hárið Það er hárið Ég var að segja Ég veit að þú situr í sófanum og skýtur þetta í skeitin maður Þannig í lokin Jafnvel tveimur Beint upp í hægra hotnu. Já, Ertu núna fegin að ég fekk svarið? Shit, herðu, já, Damn you. það er 2-1 fyrir blöð, hann vann líka þekkið ekki við Sveppi, þú verður eiginlega að koma sterkur inn. Þú getur ekki farið hérna heim sem loser Nei. Ok, þá er það næsta og hann er mikið notaður bara land allt þessi þú ert farin að mygla frasin er út farin að mygla Er það frasinn? Já, Þú ert farin að frasin er bara, þú veist, ég segi bara hvernig ertu blöð ég er farin að mygla sko ég er farin að mygla og Já nú þurfum við að vera Ég er búin að rétta band. vera djúpir hérna Já. Nei, betur, hvernig er þú? Ég er búin að mikla Ég ætla að segja bara að þú setja eldast Gott gískar, ekki rétt Við dyggum dýpra núna, Sveppi Já, ekkert eitthvað Nei, ekki Bara- það djúpt, sko. Sveppi, hvað ætla að segja? Bara þú ert ekki búin að skýta. Þetta er ekki búin að skýta er ekki heldur rétt Þetta er, þú ert það rakur að þú ert farin að mygla basically eins og raki Þú ert svo húsum og Vá.
basically segjum að Sveppi sem kom með 4-5 í kerfið og ég er að mikla sko, ég er að mikla og það er rakur. Já, Ok. raki er ekki góður. Heldur þetta sé mikið notað það? Það stendur allavega að þetta er mikið notað frá Já, ok Mikið nota á Austfjörðum, Já, mjög austalega, í já. gulu húsi. Heldur þú sért einhvern veginn að fara að nota þetta sjálfur Sveppi? Heldur þú segir einhvern veginn hvernig ertu? Ég fann að mikla Nei, maður ekki nota það Þá veit ég að þú ert að vera rakur samt og komin í gýr. Herru, það er 2-1 blöð, síðasta spurning og hún gildir 2 stig, hún er tvöföld. Nei, Jú. hættu þessu Hún er það í alvöru. Getur ekkert breytt reglum Nei, af því að þetta eru 2 spurningar. Þú veist, þetta eru sikkur spurningin en þær eru samt. Fattur þú? Ef þú getur annað, þá getur þú ekki leið. Ok Sveppi klár? Já, 5. spurning hljómar svona, hvað þið frasinn og við notum þetta mikið, strákar. Við erum oft að nota þetta. Það er fyrir að vísbendingin sem þið báðið fá. Hrallari. Hvað segir þau? Hrallari. Hrallari Hvernig getur þú fikið 2 stig fyrir það? Nei, ég fær bara 1 fyrir hann. Hrallari. Hrallari, strákar. Hrallari. Já, svo- Sveppi. rásalat. Hrásalat geggja gísk. Það er til í smá hrallara. Já, það er gott Hendi gísk. mér hrallaranum. Nei, það er ekki rétt svar. Hrallari. Helvítis að hrallarinn. Og blöð, ef þú pass þar kemur önnu sko. Já, ok, þá getur Sveppi bara jafna Já, já, Það er ekki skattu bara. Já, nei, þetta er, við notum þetta mikið erlendis, sérstaklega í kasínónu strákar. Þetta er hrallari. Þetta er hraðbanki. Já, Þetta er hraðbanki. Þú veist að fara í hrallara. Já. Síðasta spurningi, hvað þýðir það brallari? Það er Rauðin Blöndal. Brallari? Já, þetta kom bara saman, hrallar og brallari. Þá ertu að fara í bankan Ekki rétt, þú getur jafna maður, Sveppi. Ef að hrallari Já, er það ekki? er hraðbanki Já. og brallari Já. er það blóðbankin? Nei. Þetta var djókur. Þetta var ekki. Þetta var djókur. Hrallari, hraðbanki, Já. brallari, blóðbanki. Brallari og brallari. Já, Brallari. er hvað? Hvað ætlar að segja? Þetta er ekki tengt hinu endilega. Þetta er bara Nei, Nú er bara að svara Ég veit það, þetta er spurningkefni, þá þarf maður að svara, þegar maður er keppandi. Kettari var áðan hrallari núna, þú veist, og brallari, Silvi. Brallari, það er hérna bræðingur, söfri. Bræðarefur Það er Bræðarefur Það er ekki rétt að það er brjóstahaldari. Brallari. Já, þetta er bara mikið notað í Hafnarfirði. Þetta er gamla, skelltu brallaranum á því, maður verðum að fara út í. Aldrei að fara að nota það Nei, við erum svona kannski aðeins og gamla fyrir það. En þetta er mikið notað og Þetta var sigur Þetta var sigur 2-1. Fylgkeppni, þetta var mjög Takk fyrir flott. það. Já. Mér líður svona eins og Öddi hafi aldrei staðið sér jafnvel eins og núna. Hann er, já, þú veist, hann stóð sér mjög vel. Oftast er þetta nú ekki fer ekkert mikið herra, 2-1. Ég vona bara að Rakel sé heima að hlusta því við þurfum að fagna þessu þegar ekki með heima þetta Það ekki? Rakel, settu rauðin í kjælinn maður. Gamlir og leiðinni. Held ég þeir að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 Sverrið Þór Sverrisson eða Sveppi Krull er hér með okkur sem gestastjórnandi. Já. Egil stattur á Alicante en verður mættur Já, ég held að hann komi heim á morgun. Hann að innrétta húsið sitt. Já, það er allt upp á 10 þar En já, drengir, það er svona að fara að stýttast í annan endan í okkur Ég ætla bara að tjekka hvernig er helgin hjá mínum bestu mönnum Er eitthvað plan? Herðu, ég er að nei, þetta er bara Róleg helgi, Já, kósí. róleg og góð helgi. Ég er að fara núna að ég er að fara með krakkana í nammi mission. Við erum að vera kósi kvöld. Já, það er þegar maður spyr svona hvernig er helgin og þá er það eitthvað svona Er það ekki bara lífið? Jó, já, meinar. Það er ekki bara Jó, bara stemning. Herðu, ég var að spá Ég var í ekki að spyrja hvort þú væri að fara með bönniðin í hagkaup sko. Nei, ég var að spá í nú er maður samt alltaf að nú er eldri stelpur 9 ára. Já, Þannig að fæði maður að fara í gegnum allar þessar myndir, skilur, sem maður rólst uppið og svona. já, Ég er að spá í mynd, ég er að meta í kvöld hvað? Weekend and Bernies. Já, við vorum með reffa í því tónlistamindmyndu nokkur daginn Já. Í dalinn En Krullarinn, með eitthvað plan? Helgina? Já, Nei. Bútnáttúrulega lík komin frá hérna Já, frá Portugal. Nick, welcome home. Já, takk. hvað varst að gera þar? Ekki neitt sko. Nei. Nú, Já, veist, bara að vera í Portugal sko. Já, Bara með vinafólki, að borða góðan mat og já, bara í frí og næs Já. hvað varstu lengi?
Ég var bara lönghelgi. Skýrst maður bara helgaferð til Portugal, er þetta ekki bara 6 tíma flug? Nei, það var 3,5 út og 4 heim eða eitthvað. Það er bara kósi. Djúðlega stutt Flug til Lissabon með play og maldött. Hvað erum við ekki ofta að kíkja hanga bara? Hvað reglir þetta? Mér finnst ekki að geðveit til Portugal, geðveit til Lissabon. Já. Elgamall bær maður og þrönga götur og bútsjar á hotninu og... Svessi, hann var líka sniður. Hann í brúðkaupsferðinu sem núna. Hann var bara til Dublin 1,5 tími í flugi, 2 tímar í flugi. Dublin er geggju. Dublin er geggjuborg. Þar líka bara enginn að atast í því þótt þú sett með smá læti og drekkur bara bjór og ert að bara það er mjög Þú gaman. er bara eins og heimamaður. Já, þú hittir ekki eitt leiðilegan heimamann sko. Nei. Allir skemmtilegir þetta. Herðu, hérna Það getur að sækja vatni við lækin. Nei, við höfum að breyta AC-ferðunum í Dublin. Já, Ángríns. þá er ég klár. Já, ég 2 meina- tíma flug og kemur heim bara feskur. Það hefur ekki verið AC-ferð, drengir, í hvað, 2 ára? Já, bara frá því að við nefndi enginn að fara aftur til AC, en það er hægt að fara til útlanda saman eins og okkur. Þú veist að með Hugi og Kös sem eru grjótarðir AC-menn. Þeir verjast fyrir þessu. Ég held þessi bara reyna að vera fyndnir, ef ég er hreinskil. Það getur ekki verið þeim langi afturhang. Nei, ég trúi ekki sko. Nei, Ég- ég kaupi það ekki. Ég veit það ekki sko, það kom einhver hugmynd þarna í chati daginn, hvort við ættum að fara eitthvað annað og ég sendi bara strax, þú veist, það er ekki boardwalk þarna og það er ekki Boardwalk. Já, það er Það er eitthvað ógeðslasta boardwalk sem ég sé. En talandi opið þar, sko. helgina þá byrjar quiz annað kvöld á Stöð 2, það er Björn Bragi og já, 4. sería frekar en 3. Jú, verður þetta ekki 4. og Mosó þarf Unnu þið ekki því fyrra? Jú, Eða Dóri. hana? Jú, Já, nú það var er sko þeir eru búin að Get fara ég- 3 sko. Já. GTRN og Stefania Svavas eru núna að representa Mosó og það bara, þær þurfa að fara allir leið. Já, eitthvað ógrunum það. Ég veit Tengd ekki. þetta? Nei, já, hlýtur að vera maður. Vona það. Og svo minnum við líka á já, bara áfram íslenska bíómyndir. Það er Kuldi komin í bíó. Já. Ég sá hana. Já, Ég og fór spjóna með á hana. forsynningi gær, hún geggjuð. Já, heiði, okkar besti Jóhannes Haukur þarna og Jói fleiri. Haukur og Selma dásamleg Komst ekki í gær. Við þurfum að fara Kóper, hann hvað heitir hann strákurinn? Hann er geggjað líka sko. Já, Ég ætla að fara helgin að reyna allir í bíó. og klára þessa mynd. Í sambíónum, já, Kuldi. Og svo minnum við aftur á, já, haustbingo blökkarsinn sem verður haldið sunnudaginn 10. september. Þannig að þið viljið spila bingo með fjölskyldunni á sunnudagskvöldi. Þá gerist þið áskrifundur á fm95blö.is og það eru rosalega vinningar í boði. Já. Sveppi, takk kella fyrir komin aðeins í dag. Heiður að fá þig. Má ég bæta við einu, af því að hann Gauti hringdi maður og spurði hvort ég geti komið inn á að miðasalun á júlefinnar var að hefjast áðan og ykkar einlægur verður í sýningunni. Já. Þannig að Jón verður mættur og Tvíhöfði, Sigga Beinteins og svo verður leinigestur, það verður sagt hver það er í næstu hugu. Þannig að þetta verður Það er bara þannig. verður partí. Já, tjekkið þið á því, annars bara eigið góða helgi og ég vonið sér ekki að bögga marga Arsenal átandur að nútið sér áfram United. Það er risaleikur á sundaginn, Arsenal Manchester United og bara eins og ég segi, góða helgi og heyrumst vonandi á þriðjudaginn í blökkastinu, annars bara á föstudaginn eftir viku, þá er Egill mættur aftur. Við viljum enda þetta á XXX Rottweilerhundum. Þetta er eiginlega bara bent og þetta er sturla lag. Ég sá þetta á hann. Bara blasta þetta. Djöfull er langt sinni, heyrði þetta lag. Rugglað. Sturla. Já.